Það kannski ekki hressasta málefni sem þið getið ímyndað ykkur að ræða stöðu Íslendinga í sykursýki baráttunni eða hvar við stöndum samanborið við aðrar þjóðir í offitu. Svo ég beðst innilegar afsökunar á því að draga ykkur inn í hennar þátt með orðunum offita og sykursýki. En þetta að mínum að þetta mjög jákvæður þáttur eða jákvætt spjall öllu heldur og mjög áhugavert. Við erum öll misfróð heilsu og næringu og læsi fólks á næringarinnihald sömuleiðis misgott. Sumir vilja vita hver sykurstuðullinn og niðurbrottshraðinn í kolvetnunum sem við borða, á meðan aðrir gera sér ekki grein fyrir því hvaða mat kolvetnin að finna. Öll tengjum við þó við að vilja halda heilsu. Við tengjum við að vilja hafa áhrif á okkur eigin heilsu. Við tengjum við hungur og svengd, misheppnaðar tilraunir í átt að breytingu í mataræði og velheppnaðar tilraunir og breytingar til hins betra. Lukka snillingur í að koma útskýringunum á þessum málefnum frá sér. Við rennum yfir kaloríukenningarnar, af hverju það ekki vænlegt til árangurs að borða bara minna og hreyfa sig meira, hvernig fita og kolvetni virka sem orkugjafar og köfum aðeins í þá krassandi staðreynd að fólk sem upplifir sig heilbrigt og lítur þannig út greinist með forstig sykursýki og þar með talið íþróttafólk. Fólki sem nennir að mæti ræktina og hreyfir sig allan daginn og keppir í hinum á þessum íþróttum. Hvernig getur það fengið sykursýki? Engar skyndilausnir í þessum þætti, bara heilbrigð nálgun á heilbrigði. Til að auðvelda þér búðaferðina og spara þér aurinn í öllum verslunum Krónunnar að finna litla, kringlótta, ódýrt merkingu sem leiði þig hratt og örugglega að ódýrustu vörunni í hvaða vöruflokki fyrir sig. Þú lappar inn í Krónuna og þið langar í hampfræ, bara svona fyrsta sem datt í hug, ég hef engar útskýringar. Þá eltur einfallega ódýrt merkinguna og getur verið vissum að hampfræin sem úrt með í höndunum séu ódýrasti kosturinn í búðinni. Svo má alltaf fara í klassan fyrir ofan og gera vel við sig, það engin að banna ykkur það. Merkingarnar auðveldaðar allavega valið. Ef þú vilt hins vegar lágmarka búðaferðirnar þá mæli ég með snjallverslun Krónunnar. Í appinu sem fæst í Play Store eða App Store getur þú verslað inn í matinn með þumlunum og svo sótt innkaupakerruna þína eða fengið hann að senda. Lífið hér með einfaldara og ódýrara. Fita situr í ákveðnum kóngastóli í þessum hlaðarstætti og þess vegna kjörið að tala eins 100% ítölsku hágæða fituna sem þú færð úr Ólífa ólífuolíunni. Gaman að segja frá því, þá þetta sjálfsögðu hinn eina sanna olía sem að fylgdi íslenska kallalandsliðinu í knattspyrnu á HM í Rússlandi. Enda Emil Hallfreðsson og Ása Reyins á bakvið Ólífa vörumerkið. Ólífa olíurnar ein besta fitan sem völ á fyrir mannslíkamann, stútfullar af andloksunarefnum sem hefur meðal annars bólguhamlandi áhrif á líkamann og dregur þannig úr langvinnum sjúkdómum, eins og ég tala við Lukku hér á eftir. Gleðum við að tilkynna að kolefnisspor podcastins töluvert minna eftir að fallegasta heilgæfi landsins frá Sjöstrand var vígðinn í stúdíóið. Sjöstrand heilgin úr náttúrulegum efnum sem brotna hratt og örugglega niður í náttúrunni og eru fyllt af besta kaffi sem baunabeltið hefur upp á að bjóða. 2 flugur, 1 högg, gott kaffi og góð samviska. Kíkja á sjöstrand.is fyrir nánar upplýsingar. Síðast en ekki síst, þátturinn í boði Origo, þar sem þú fær allan búnað fyrir fjárvinnuna, hvort sem það tölvur, heyrnartól, skjáir eða annað sem þú þarft á að halda á þessum tímum. Origo.is og byrjum hennan þátt.is. Lukka Pálsdóttir, gjörið þið svo vel. Síðan vatn hérna fyrir þig. Já, takk. Ég var með Kirkland, Costco vatnið. Já, komin í íslenska núna. Þetta betra. Hann Friðrik Dór var að lesa á þetta hérna daginn og hann var að segja að var eitthvað hérna svona chlorides í... Já. Getur það verið? Það getur verið. Já. Herru, Lukka, þú ert sjúkraþjálfari. Já. Titlaðu þig sem slíkan? Já, svona þegar það hendar. Já, þegar þú ert í fósfari fyrir eitthvað tengt því, þá ertu sjúkraþjálfari. Já, svona þegar við erum að tala heilsu þá rosalega gott að grípa í það, en ég hef aldrei starfað sem sjúkraþjálfari. Ég bara tók það námi í Háskóla Íslands að því mér langaði í þann grunn, en stefna var í rauninni aldrei að vinna við það. En af hverju leiðist inn á þessa braut? Þú ert nú ennþá inni í svona, hvað ég að segja, heilsu tengdum störfum. Já. Það þarf að nota svolítið reglífa hugtak til að lýsa því sem þú ert að gera. Ég veit að heilsutengt störf svona mín víðasti skilningur á þessu. Já, mér líst vel á þá skilgreiningu. Ég lendi oft þegar ég hitti fólk, þá lendi ég strax í vandræðum þegar ég spurði hvað ég heiti. Því ég heiti Unnur Guðrún, en alltaf kallið Lukka og strax þarna ég alveg í vandræðum að svara. Já, þú heitir Unnur Guðrún. Já, ég var ekki eins og bara pæli í því. Svo kemur, við hvað starfar þá kemur ennþá lengra svar. Þú ert orðin svona automatist einhver introvert, þú bara lokkaði frá samskiptum. Já, samt ég mjög mikil extrovert, þannig að þetta allt saman mjög flókið. Já. Þú ert bara langt small talk svona til þess að Já, mjög langur inngangur. En hvar ferð inn í þennan geira? Ég held að ég hafi bara alla tíð, bara frá því að mann eftir mér, haft áhuga á heilsu, hreyfingu og bara manns líkamannum. Mér finnst hann bara ótrúlega merkilegt fyrirbæri og gaman að stúdera hann. Þannig að
ég held ég hafi bara farið í reyndar var ég líka dálítið svona ekki búin að gera upp hugminn bara eitt haustið þegar ég var búið með menntaskólan og vinkona mín, hún Harpa Víðisdóttir, hún sagði ég ætla að fara í sjúkraþjálfun og var að skrá mig og ég sagði já, fínt, ég gera bara líka þannig að það var nú á því mómenti ekki dýpra en það en ég er mjög fegin fór þetta nám og lærði þar alveg gríðarlega góðan grunn sem ég síðan gatt nýtt mér til að byggja ofan á. Og hvað ertu að horfa aftur á mörg ár núna af svona heilsutengdri atvinnu þín megin? Já, ég var held ég 15 eða 16 ára þegar ég byrjaði að kenna aeróbik, ef að tella það með. Já, það telur klálega. Og nú er ég að vera 50, þannig að þetta er að verða nokkrir áratugir. Ertu ekki búin að sjá, út af ég langar að ræða næringu og þess áttar við þig. Þú veist, ertu ekki búin að sjá ansi margt, ég meina eins og fyrir þig að rifja upp svona hvað var vinsælt í hvað er maður að segja, svona ráðum og það sem fólk var að gera, einhverju kúrar eða þess áttar. Þú veist, þegar þú varst 15-16 ára, er þetta ekki búið að vera að fara í, er þetta ekki bara búið að vera að spóla í hringi síðustu áratugina? Jú, það má segja það að vissu leyti, það hefur farið í hringi en svo líka er í rauninni næringafræðin er mjög ungt fag og við erum að fá svo mikið af vitnesku núna á hverju einasta ári, við erum að læra svo mikið nýtt þannig að það er rosalega spennandi svið og þegar við erum að læra nýtt þá hættir okkur til að grípa nýjustu rannsóknina og gera rosalega mikið úr henni eins og við lærum bara að tökum eitthvað dæmi, bara sítróna hafi bakteríudrepandi áhrif og þá allt í henni allir að drekka sítróna á morgnana að fastandi maga og svo lærum við að selleri bólguðandi og þegar allir drekka selleri og fólk spyr mig, byrju á ég að leggja mig á milli að því að drekka bæða fastandi maga, þú veist, eitthvað svona við förum út í svona öfgar og svona skyndilausnir bara eftir sem við lærum eitthvað nýtt en þegar maður er búin að vera svona lengi sem ég, þá róast maður aðeins og það áttar maður að segja á, þú veist, þetta er allt saman lítil púsl í heildarmyndina sem er 1000 púsl eða 3000 eða eitthvað og hvert einasta litla það gerir myndina aðeins skýrari þannig að það er held ég gerist svona með áratugunum að maður myndar eitthvað svona dýft og verður aðeins meira resistant fyrir tískusveiflunum í mataræði. Já, og meðan aðrir kannski horfa á að allt í einu verður voða vinsælt að fasta og þá er fólk bara, þarna er bara hálft púsluspilið sem vantaði frekar heldur en eitt lítið púsl í öllu spilinu. Þetta er kannski hot þannig að þetta er mjög mikilvægt púsl en þetta er samt bara eitt einmitt. Þetta er ekki 500 Nei, þetta er hot þetta er hot, þetta er mikilvægt púsl. En hvernig ferðu frá sjúkraþjálfunni og yfir í happ til dæmis? Já, það gerðist svona óvart það er á þeim tíma var ég að reyna að stjórna lífinu mjög mikið á meðan að núna ég sé að það er bara gott að leyfa því að flæða og svona bara að leyfa því að gerast og þarna var eiginlega bara lífið greip inn í. Ég lærði sjúkraþjálfun og fór að vinna sem engaþjálfari og vegna menntunarinnar þá kannski leitu til mín viðskiptavinir sem að voru glíma við ykkur meiðsl eða vandamál kannski illt í hnénu eða mjóbakinu eða eitthvað svo leiðis og ég var alltaf að reyna að hjálpa þeim og þau voru rosalega duglega að mættu 3 í viku, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð en voru samt alltaf að glíma við þetta sama króníska vandamál og ég fór, verki þá? Já, verki. Já. Og ég var að reyna að segja við þið, þú verður að taka líka mataræðinu, rosalega duglega að reyfa þig en þú verður að taka líka mataræðinu og þú þarf að borða þetta og gera hitt og kaupa þetta og elda þetta og þau sögðu við mig, þú veist, ég hef ekki tíma til þess og ég nenni þess ekki eða ég hef ekki þekkingu til þess eða eitthvað svoleiðis og að því mér langaði til að hjálpa þeim að þá segi bara, herðu, ég gera það bara fyrir þig. Þannig að ég fór að versla í matinn, fór í fiskbúðuna með manninu mínum og hann sagði, við ætlum að fá hérna fyrir 4 og ég sagði, nei, við erum 8 við erum 8 kvöld já, við erum 8 kvöld og svo eldaði ég fyrir þetta fólk og þau voru æfi hjá mér á mótnana þannig ég mætti bara í ræktina ég var að vinna í vörklass í Laugum á þessum tíma með svona brúna bréfpoka með nesti fyrir þau fyrir allan daginn og þá fengu þau bara morgumat, hádegismat, kvöldmat og eitthvað snarl og drykk og þetta var bara það sem að þau átt að borða yfir daginn og viti menn að þau fóru auðvitað ná miklu hraðari árangri. Ekki bara í líkamlegu formi eða útliti heldur líka tengt þessum verkjum? Já, bæði, já. Okay. En bara öllu leyti, það fólk nær bara betri heilsu þegar það hugar að bæði
hreyfingu og mataræði. Þetta bara svona 1+1 geta orðið 3 í þessu samhengi. En það gerist rosalega fljótt að þau fóru að segja, heyrðu, má systir mín líka og má kona mín fá og getur þessi bæst við og vinnustæðurinn og fyrir varði var ég farin að elda fyrir það marga og ég hætti bara að þjálfa og fór bara að elda mat. Og úrverður happ. Og úrverður happ. Hver var svona áherslan á, hvað gerði happ frábrugðið bara öðrum veitingastöðum eða matsölustöðum? Á þessum tíma, þarna er þetta 2006-07, eitthvað svo leiðis, að þá vorum við miklu meira í grænmetinu, við notuðum töluvert hráfæði, ofsalega hreinan mat eða hreint hráefni, mikið til lífrænt, þannig ég held að það hafi verið spes á þessum tíma. Við brutum líka reglur, settum jarðarber á pítsur og alls konar og auðvitað var pítsanu ekki bókuð úr hveiti heldur, úr netum og fræjum. Þannig að við vorum held ég þá að gera margt sem að þótti svolítið nýstárlegt en margir eru að gera í dag. Og ástæðan fyrir ég spyr er út af því að þú hefur svolítið verið að synda gegn strömmnum kannski og þú voru bara að stoppa með að eða finnst þetta ekki vera rétt lýst en ég meina það eru ákveðnar lækningar til staðar í formi lyfja á þess aftar og þú hefur alltaf haldið því uppi að bara næringin sé lyfið eða þú veist að... Já, maturlæknar, það er bara þannig. Einmitt, og þetta er svo sem ekkert vinsælt, þú voru líka þurft að svara fyrir þetta, eða ekki? Já, þetta var sérstaklega ekki vinsælt. Þetta er að breytast. Mér finnst í dag margir læknar að taka undir þetta og svona jarðvegurinn hefur breyst mjög mikið. En á þessum tíma, 2006, þá fekk ég mjög mikið heyra að ég væri bara svolítið skrítin í hausnum. En það er bara gott að vera skrítin. Þeir sem eru pínu skrítnir, það er fólki sem kemur einhvern breytingum í gegn. Nákvæmlega. Og þarna ertu að styðjast við svona bara hreina fæðu. Já, bæði hreina fæðu og líka við vorum mjög mikið þá að stúdera svona virknina í fæðinni. Hvað er það til dæmis kúrkuminn í turmerik kryddi sem er bólgueyðandi og þú veist, við getum nefnt endalaust dæmi. Það eru sölforafein í brokkoli sem gerir væðaskemmdir. Þannig að það er svo mikil virkni í fæðinni sem að getur nýst okkur vel í líkamann. Yfirleitt ef þú greinist með eitthvað langvinnan lífstíltengdan sjúkdóm, segjum bara að þú greinist með bara háþrýsting, einfalt dæmi, að það er yfirleitt orsökin er ekki skortur á háþrýstingslyfjum. Það er ekki það sem orsakar þetta ástand í líkamannum. Þannig að við þurfum aðeins að horfa dýpra í staðan fyrir ávisa bara lyfjum og ég man eftir bara þegar ég var að klára sjúkraþjálfuna þá fór ég að vinna í smá tíma hjá fyrirtæki sem heit Hreyfigreining og var mjög framsæki fyrirtæki og flott og var að gera svona óvenjulega hluti. Hvað var það sjúkraþjálfur? Þeir eru með faglega engaþjálfara, allir sem voru menntaðir annarkvort íþróttafræðingar eða sjúkraþjálfarar og þar fengum við fyrstu hreyfiseðlana sem að ég held að Lúðvík Guðmundsson, ég held ég farið rétt með á Reykjalundi hafi uppáskrifað. Þetta er svona langt síðan og núna erum við farin að nota hreyfiseðla fyrir fólk sem að er að glíma við lífstílstengda sjúkdóma í stað lífseðla. Og það sem að vantar, já, akkurat. En það sem að vantar inn í þetta eru matseðlar. Við þurfum að skrifa matseðla því þeir lækna sko rót sjúkdómana en ekki bara bæla niður einkennin. Við getum haldið blóðþrýstingir niður með lyfjum en við getum líka hægt að búa til háþrýsting með því að breyta lifnaðarháttunum og mér finnst það bara einhvern veginn svo borðleggjandi. Fara það leið. Og nú ert þú svolítið inn í þessum málum. Mér líður eins og heilsubyltingin hafi aldrei verið stór og bara vitneskjan heilsu og hvað er hollt fyrir þig, hvað er gott og allt þetta. En maður horfir á tölurnar og sérstaklega tengt sykursýki, áunni sykursýki og lífstílsjúkdómum, ég meina háþrýsting þess vegna og bara hjartasjúkdóma þess áttar. Er þetta á leiðinni rétta átt hérna á Íslandi? Já, ef við ætlum að ég komst í skýrslu sem er merkt Landspítalanum og þar stendur tíðni eða sem sagt greiningum á sykursýki 2 eða áunnri sykursýki mun fjölga 48% frá 2017 til 2045 og ef það er áttin, ef þetta er markmið þá er það réttri leið, já. En ég myndi vilja snúa þessu við og ég myndi vilja setja þessa skýrslu ekki mun aukast, heldur bæta við ef við gerum ekki neitt í því. En ef við höfum áhuga, þá getum við snúið sér hinn áttina og það er bara ekkert svo mikið mál.
Þú varst að tala sykursýki, eða ekki? Jú, áunna sykursýki. Það er sykursýki 2. Já, sem við köllum hvað áður fyrr. Þú ert svo ungur, mannst þetta ekki? Viltu að ég reyna að giska? Já. Nei, ég hef ekki hugmynd, sko. Við köllum þetta áður öldruna sykursýki. Já, ok. Því þetta er auðvitað, sko, tilhneigingin er að það er hækkandi blóðsykur með auknum aldri. En það er bara vegna þess að lífstíllinn okkar, hann er til þess fallin að hækka blóðsykur, sérstaklega í dag. En við fórum fyrir svolítið síðan, einhverjum áratugum, þá fórum við að greina sykursýki 2, áunna sykursýki hjá yngra og yngra fólki. Og þá var bara svo óþægild að segja við foreldri sem er með 12 ára barnið þetta með öldruna sykursýki. Þannig að við breytum þessu fyrst í fullorðins sykursýki, en núna segjum við okkur orðið tamt að nota orðið áunnin sykursýki eða sykursýki típa 2. Og á unnin, þá hljómar þetta eins og þetta sé eitthvað sem þú vinnuður inn með þínum ákvörunum í bara tengdu þínu lífstíl. Er þetta ekki frábært? Íslenskan er með svo flott heiti á þessu. Er þetta ekki smá vísbending á unnin sykursýki? Mér myndi það ansi gott ef þetta væri ennþá öldruna sykursýki. Það var svo hræðilegt að vera greinast með það, sko. Það er það. Það er þetta á að vera öldrunar sjúkdómur. Það er ekki í lagi að við sem að greina íslensk börn 12 ára með sykursýki 2. Það er ekki í lagi. Getur þú útskýrt fyrir mér hvað sykursýki 2 er? Sko, mér finnst að því þú ert að tala um orðið og þetta áunnin og allt það, þá finnst mér ótrúlega áhugavert að þegar þú googlar sykursýki típu 2, þá getur þú dottið inn á Vísindavef Háskóla Íslands og þar stendur við þekkjum ekki orsakir sjúkdómsins og hann er ólæknanlegur. Sykursýki 2? Já. Og ég ætla bara að halda þið fram að þeir þurfa að uppfæra síðuna sína því við þekkjum orsakirnar. Auðvitað er þetta flókin sjúkdómur og ég ætla ekki kannski að halda þið fram að það sé svo einfalt og þú borðir smá sykur og þá ertu komið sykursýki. Þetta er miklu flóknar en svo. Það er genetískur þáttur. Það eru sumir sem þola kolvetni verr en aðrir og sumir, við gætum til dæmis 2 borða nákvæmlega sama mat og hann hefði önnur áhrif á mig heldur en þig. Og það getur bæði verið genetist, það getur líka haft með meltingaflórun okkar að gera og þessi svona innri landamæri sem meltingavegurinn er. Þannig að það er svo margt sem kemur inn í. En ef við reynum að einfalda málið og það er svolítið gott að gera það til að þegar við ætlum að breyta ykkur og skilja það, að þá er þetta í rauninni bara ofneysla kolvetna. Okay. Þegar við borðum kolvetni, ég tala nú ekki um einföld kolvetni og sykur, þá hækkar blóðsykurinn og við höfum hormón í líkamanum sem heitir insulín og hlutverk þess er að skynja að það er ofgnótt af sykri í blóðinu og við viljum halda blóðsykrinum í réttu lagi, þannig að insulín í rauninni kemur og keyrir blóðsykurinn niður úr blóðinu og inn í frumurnar. Og þegar við erum að áreita kerfið okkar oft og mikið, oft á dag, að þá fara frumurnar að verða resistant. Þær vilja ekki fá allan þennan sykur alltaf inn í sig aftur og aftur. Áreita kerfið, þá ertu að tala um að í rauninni auka sykurmagn í blóðinu oft á dag. Já. Borða oft og ríkulega af kolvetnum. Og það sem að gerist er að sko, insulínskynjar þarf ofgnótt af orku, við skulum taka svo orku, við skulum keyra hann inn í frumurnar og geyma hana til mögru árana, af því það kemur alltaf hungursneyð og þá þurfum við eiga þess að auka orku til að geta notað. En nútíma maðurinn að það er ekki búið að kenna genunum okkar það að við erum með Dominos appið og þú veist, shoppa hverju hotni. Ískáp. Já, ískáp. Þannig að við náum okkur alltaf, það er basically komaldri sem mögru ár eða hungursneyðin. Þannig að við söfnum þessu meira og minna inn í frumurnar og þegar frumurnar fullar af sykri og vil ekki meir, þá reyna þær að slökkva á, sem að það vil ekki hlusta á insulíni lengur og þá verðum við það sem er kallað insulín ónæm eða insulín resistant. Og þetta er svona ferli þegar það gengur lengur og lengra þá erum við í rauninni komið á hennar sykursýki. Hann Jason Fung sem skrifaði meðal annars The Obesity Code, hann lýst þessu insulín resistance eða insulín ónæmi sem bara alveg að sama og ef þú myndir nota hvaða fíkniefni sem eða bara tökum sem dæmi kaffi, ég meina bara í fyrsta skipti sem þú færði kaffibolla, bara rosalega áhrif sem allt í næstu komin í 4 bolla á dag og þú ert einhvern veginn svona að leita alltaf að kikkinu. Já, þetta er rosalega góð samlegging, því hver væri þá lækningin ef að þú væri komin í 10 bolla á dag af því að þú þarft það til að kveika kerfiniðinu, þú manst eftir því þegar þú varst yngri og borðið eða drakst bara 1 bolla, hvað það hafði mikil áhrif, núna þarftu 10 og hver þá lækningin okkar í okkar svona hefðbundna læknasystemi,
við myndum sprauti þig meira kaffi að því þú væri svo ónæmur fyrir áhrifum kaffi. Þetta það sem við gerum við í rauninni þá sem eru konur með langt gengna sykursýki 2. Við segjum þeim, haltu bara áfram að borða þessu dvanur, þú sprautar þig bara með insúlíni. Já, það sem það var myndlíkingu við kaffi, það raunverulega lyfin sem eru notuð, það bara insúlín í sínu hreina formi. Já, ekki til að byrja með. Nei. Þegar þú greinist með sykursýki 2 þá fyrst færðu önnur lyf, en þegar hún mjög langt gengin að þá eru frumundar orðnar það resistant fyrir insúlíni að það þarf í rauninni brisið hefur ekki undan beta frumundar, hefur ekki undan að framlega nóg mikið insúlín, að því það er alltaf stærri og stærri skamt, alveg sem með kaffið, alltaf stærri og stærri skamt. Þannig að við í rauninni bregðumst við með því að sprauta insúlíni í viðkomandi sem fyrir mér alveg galin hugmynd. Þín hugmynd væri frekar það að minnka insúlín viðbrögð líkamanns? Já, eða draga úr kolvetnamagninu til að reyna að gefa brisinu smá frið og frumunum og það myndi jafna sig, já. En þetta auðvitað sérstaklega að gera þegar fólk með forstig sykursýki 2, þegar það komið langtíma sykur yfir 5,7 hemoglobinæt greinist 5,7 til 6,4, það köllum við forstig sykursýki og þá ídeal að grípa inn í. Því þá erum við ekki búin að skemma brisið og það ennþá hægt að framleiða nóg insúlín, en við þurfum bara aðeins að slaka á kolvetna inngjöfinni. Ok, bara svona fyrir fólk sem að hlusta, við erum að tala sykursýki og allt þetta og vísi eða sykursýki og þess að þar. Kannski bara svona, svo við förum yfir það, þetta vandamál? Eru margir með þetta akkurat núna? Þetta virðist vera að fara að aukast. Hvað getur þú sagt okkur hvaða afleiðingar hefur það að vera með vísi eða sykursýki eða mögulega sykursýki 2? Á Íslandi þetta það hrattvaxandi vandamál að ég myndi segja þetta faraldur. Þetta að verða, þetta næsti faraldur. Við erum núna akkurat að hafa áhyggjur af COVID-19 sem faraldri, en við ættum að hafa miklu meira áhyggjur af sykursýki 2. Þetta held ég sá faraldur sem mun komast nálægt í að setja heilbrigðiskerfi okkur á hausinn og þetta líka kannski beintenging á meðan við hræðumst vírusa eins og við erum að glíma við núna eins og COVID-19 að þá insulin resistance eða þetta ástand að vera insulin ónæmur að það svona stærsti undirliggjandi áhættu þátturinn fyrir að fara illa út úr vírussýkingum eins og COVID. Einmitt. Þannig að það alveg tvöfaldur ávinningur af því að grípa hann inn í. Og sérstaklega þá þegar fólk með svona vísi að þessu. Já, nákvæmlega. Forstigin, það talið að það séu 85.000, 90.000 Íslendingar sem eru með forstig sykursýki 2. Wow. En margir þeirra vita ekki af því. Einmitt. Flestir. Já, og það náttúrulega í rauninni einkennalaust að vera með þetta forstig eða hvað? Það einkennalaust að mestu leyti, en þegar fólk oft, þetta ekki svona eins og svart eða hvítt eða svona binary, þú veist ekki annarkvort þetta handlegsbrotin eða ekki, þú veist, það svona annarkvort eða, en þarna erum við með svona grásvæði, þannig að það byrjar að hækka blóðsykurinn og þú ert ekki með einkenni, síðan koma einkenni þegar þetta lengra gengi eins og þú ferð að vera þyrstur og þú eru að pissa á nóttunni og þú veist, það alls konar einkenni, en þú jafnvel áttar ekki á þeim að þau gerur svo hægt. Síðan þegar fólk fær greining og lítur tilbaka þá jafnvel sér það já, ég var farin að breytast þarna eða finna fyrir einhverju. Og ég held líka ástæðan fyrir að þú sért inn í þessum pælingum öllu saman út af því að þú veist að það hægt að hafa áhrif á þetta. Það ekki bara greining og þar með ertu dæmdur eða dæmd. Áður við förum svolítið að tala það og kolvetnin og mataræði til þess að hafa áhrif á sykursýkina. Hvernig tengir sykursýki við offitu? Já, það getur verið flókið samspil og þarna aftur ef við reynum að einfalda hlutina, ég myndi segja að offita orsaki ekki sykursýki heldur sé það frekar öfugt og jafnvel að bæði eigi sömu orsök. Þannig að það sé sami hluturinn sem að veldur báðu og það bara ofgnótt af kolvetnum og þá sérstaklega unnum matvælum og einföldum kolvetnum í mataræðinu. Þannig að lækningin á báðu getur farið saman. Hann, til þess að tala aftur hann Jason Fung, þú væntanlega lesið
og ég meina tölvöld fleiri fræði heldur bara The Obesity Code. Ég bæði lesið Jason Fung og hlustað á hann, ég hitt hann í Kaliforníu í janúar og ég algjörlega heitlaðast á hann. Hann er líka bara svo mikill humoristi og skemmtilegur, hann er alveg frábær. Já. Sko, bókin hans byrjar á ákveðnu róthöggi, þar sem hann bara, ég held að bara svona fyrstu 30% af bókinni er bara, hann er að tala kaloríur inn er ekki sama sem kaloríur út. Þetta er svo hressandi að heyra fleiri segja þetta. Og þarna er ég bara svona, ok, byrju, hvernig ætlar að raukstuða það? og ég meina, ef þú myndir labba upp á einhverjum og spurja hvernig ætti ég að missa þyngd eða brenna fitu eða léttast eða líta betur út, borða minna kaloríum heldur en þú og hreyfa sér meira til að eyða þeim. Þetta er svo gamaldags og ég er stundum finnst mér að vera að berjast við vindmæli og að reyna að fá fólk til að hætta að hugsa þetta. Ég vil helst að fólk sé ekki að telja hitaeiningar og það er svo ótrúlega margt. Í fyrsta lagi, það er svo margt sem spilar þetta inn í. Fyrsta lagi er þetta ónákvæmt vegna þess að mælingin á því hvað þú brennir mörgum hitaeiningum, hún er stöðugt að breytast og estimatið á hvað þú bætir mörgum við þegar þú fer að hreyfa þig og þetta er allt bara meðaltalstölur, það er mjög erfitt að meta þetta upp á hár. Þar þau gerum við með svona innbyggðan kalorímeter, þú veist, við teljum í rauninni líkaminn okkar, hann telur hitaeiningar fyrir okkur og segir okkur bara að þú ert komið nóg. Það eru bara ákveði forma hitaeiningu sem fara eiginlega fram hjá teljaranum sem er þá við erum að drekka sæta drykki og svo leiðist þá eiginlega fattar líkamann það ekki alveg. En þar þau ekki er svo margt sem hefur áhrif á hvernig þú brennir orku eða geymir hana og við getum bara nefnt dæmi sem að segja þér hversu gali þetta er að vera að telja hitaeiningar inn og út að því þú varst að tala kaffi áðan. Svart kaffi, það hefur 0 hitaeiningar. Þannig að fólk er ekki þá að telja það með ef það er að reyna að létta sig að grenna sig. Ef þú drekkur svart kaffi á mótni, þá hækkar það kortisol. Kortisol hækkar blóðsykur. Af því kortisol er streituhormón og það vil gefa þér næga orku til að þú getur mætt þeirri streitu sem að bíður þín. Og þegar þú drekkur kaffi þá er það kannski bara blekkinga því að það er ekki streita sem bíður þín en það veldur hækkun á þessu hormóni. Og þar með hækkar glúkósi og þar með hækkar insulín. Og hvað gerir insulín? Insulín keyrir glúkósan inn í frumurnar og veldur fitusöfnun í líkamannum. Þannig að þarna erum við með dæmi drykk sem inniheldur 0 hitaeiningar en veldur samt fitusöfnun í líkamannum. Okay, þannig að þetta er ekki bara kaloríur inn og út. Er þetta slæmar fréttir og ég held að þessu að þú ert að ráða gegn því að fá sér kaffi á morgnana? Nei, ja, sko, aftur, þetta er alltaf flókið samspil. Það sagði hvað að segja. Já, nákvæmlega. Ég vil ekki taka það alveg af fólki, en það er svo margt sem spilar hann inn í. Það er rosalega margar rannsóknir líka sem sína jákvæða eiginleika kaffi, til dæmis minni líkur á Alzheimer og minni líkur á alls konar taugakerfis sjúkdómum, þannig að þú veist kíló til eða frá er ekki allt sem skiptir máli í lífinu. Nei, nákvæmlega, og þetta er líka bara frábær punktur hjá þér, þú ert að benda á, þarna er eitthvað sem er 0 kaloríur en hefur áhrif á hormónastarfsemi líkamans og hormónastarfsemin er kannski, ég ætla ekki að segja ráðandi, en hefur meiri áhrif en allavega ég held. Hormónin bara spila ótrúlega stóra rullu og fyrir mannesku sem ætti erfitt með að létta sig en langaði til að gera það, þá myndi ég ráðleikin að taka kaffið út í smá tíma. Okay. En ekki endalega fyrir lífstíð. Nei, einmitt. En þarna kannski spila líka inn í að kaloría er ekki bara sama og önnur kaloría. Og þú veist, eins og bara þarna með hormóna, ég meina ímyndaður og geti borðað eitthvað og orðið sattur eða sött. Á móti því að þú borðar eitthvað sem inniheldur marga kaloríur og þú bara og veldur cravings. Einmitt, og þú bara þið langar í aðra máltíð. Þarna þetta annars var að tala um fitu og hins vegar kolvetni. Ok, alltaf, er þetta svona skýrt? Þetta er já, þetta er eiginlega svona skýrt. Þannig að þarna erum við aftur að tala um blóðsykustjórnun og þegar þú borðar einföld kolvetni, sérstaklega mótnana, ef þú byrjar daginn þannig, þá fer blóðsykurinn upp, insulín fer upp og það keyrir blóðsykurinn niður og þú ert í rauninni með svona hól, þú ert með svona eins og rússíbana. Þegar blóðsykurinn fellur aftur, þá langar þig að borða eitthvað meira. Þannig að þá ferðu og færðir næsta fix í rauninni. Og þarna er bara hormónar að stjórna. Þú hefur ekkert um þetta að segja. Þú hefur auðvitað eitthvað um þetta að segja en þau hafa mikil áhrif á viljaðinn. Þannig að við erum svona fórnarlömb hormónana og síðan bakteríuflórunar sem er í meltingaveginum. Vegna þess að það að borða sykur, þetta er mjög flókið samspil. Þannig að það að borða sykur, það veldur því líka það fjölgun af þeim bakteríum í meltingaveginum sem kalla á meiri sykur.
Þannig að það sem þú borðar í dag, það hefur áhrif á hvað þið langar í á morgun. Ok, það er geggjað. En ef þú borðar fitu, að þá er miklu flatari kurva. Það veldur mun minni blóðsykurhækkun, nánast engri, mun minni insúlínhækkun, nánast engri og þú ert miklu stabilli í blóðsykri yfir daginn. Og þess vegna færði ekki eins mikið kreyfing. Þannig að þú ert metta, þetta vil líka áhrif á önnur hormón sem heita leptin og grelin, sem eru svona settu svengdar hormón. Og ef að balansin þarna á milli er góður, að þá ert ekki sísvangur og það ert ekki verið að berjast við viljastyrkin. Þannig að við komum oftar að offitunni að ef við spilum á hormónakerfið okkar og efnafræðina, að þá getum við hægt að færa þetta á hnefanum og berjast við alla langanir okkar. Þannig að okkur líður þannig að við erum sött og sæl, þá er miklu auðveldara að halda kjörþyngd. Já, frábærpunktur og mér langar líka svolítið svona einbra á þessu út af því að ég hef talið kaloríur sjálfur ofan mig og það svínvirkar. Þú veist, ég menna það bara lag af mér. Ef hann er að gera það. Einmitt. En ég ætla líka að taka það fram að og ég menna, eflaust finna einhverjir réttan balans, getur verið að ég hafi verið að telja þetta rangt eða þannig séð. En eins og hann nefnir í þessari bók, þú veist, ef þú minnkar kaloríurnar sem múst að taka inn, þá starfar líkaminn að einhverju leyti hægar. Já, þá er þetta með tímanum skerðir grunnefnabrennsluna til dæmis. Einmitt, og ef þú hækkar kaloríurnar, þá eykur hann grunnbrennsluna. Og maður hefði haldið svona, ég allavega í minni fáfræði, hélt kannski að, þú veist, nei, þú veist, ef maður tekur æfingu, þá bara brennir maður einhverju og þá ertu bara búin að gera högg í bara fitu kvótan utan á líkamanniðinum. En þú ert líka að gera högg í bara ég meina hugsun eða ég meina starfsemi heilans. Þú ert að gera högg í bara hitastjórnun á líkamannum og alls konar svona hluti sem að skipta miklu meira máli heldur en bara æfingdagsins og það sem þú borðaðir yfir daginn. Þú ert að segja þessi grunn efnaskipti. Bara hvernig líkaminn er að halda hitastíðin á sér eðlilegu og hvort þú sést að hugsa almennilega ert að fá næga orku upp í heila og hvað er það fleira sem er þarna undir hugtakinu grunn efnaskipti. Já, það er bara hefur áhrif á svo óteljandi margt og grunn efnaskiptin okkar, þau skipta það miklu máli að við ættum í rauninni að mæla þau bara til að vita hvar við stöndum, vegna þess að þau gefa okkur líka vísbendingu það í hve mikil áhættu við erum á að þróa með okkur langvinna lífstílstengda sjúkdóma. Og þá erum við líka að tala sjúkdóma sem ég veit að fólk tengir ekki almennt við eða flokkar ekki sem lífstílstengda sjúkdóma eins og krabbamein. Krabbamein eru þetta flókið, það er svona regnhlíf yfir mjög marga mismunandi sjúkdóma, en það sem þeir eiga sameiginlegt samt sem áður, það er yfirleitt stökkbreyting í kjarna, en það er líka að mítokondrían eða hvatberinn sem að er svona efnaskipta frumulíffæri, að hún er yfirleitt sködduð og það er merkjum heilbrigð efnaskipti ef að fituhlutfall í grunnbrennslunniðinni er hátt sem 70-80% eða meira. Og útskýrðu þetta en þá ertu að tala að þú vinnur orku úr fitu frekar heldur en kolvetni. Já, að líkaminn þinn eða frumuna þínar þegar þú ert í hvíld þá á hann í rauninni að velja fitu sem eldsneyti og því hærra hlutfall sem er að fitu í grunnefnaskiptunum þínum því meiri eiginlega tendens eða þá myndum við segja að grunnefnaskiptin þín væri mjög heilbrigð. Þetta er merki heilbrigð efnaskipti. Það sem að gerist þegar blóðsykur fyrir að hækka og þegar við förum að keyra svona mikið á kolvetnunum allan daginn, að þá verða stundum efnaskiptin í hvíld meira á kolvetnum heldur en á fitu. Og þetta viljum við helst ekki gerist. Og þetta er út af því þú ert að venja líkamann á, þú ert alltaf að bjóða honum upp á kolvetni sem næringu og þegar að kannski lítil næringa er til staðar og þú ert í hvíld þá leitar hann samt í kolvetni. Já, og alveg eins og með allt annað að það getur verið skemmtir í þessum frumulíffærum ef það er of mikið álag á þeim og ef það verður skemmtir í mítokondríunni þá geta frumundar orðið þannig að þær geta bara melt kolvetni. Það er ekki lengur hæfar til að melta fitu. Wow. Og þetta er það sem við viljum reyna að koma í veg fyrir til að hafa efnaskiptin heilbrigð til að við séum heilbrigð og fáum ekki þessa langvinnu lífstílstengdu sjúkdóma. Þannig að þetta hefur bara mjög mikil áhrif á allt okkar líf. Og þetta sem við varst að tala áðan, bara einföldu kolvetnin til að útskýra það, þá ert að tala bara unnin kolvetni þannig séð og sykur. Já,
það svo margir sem halda já en ég borða mjög lítið salgæti og ekkert kökur eða keks eða eitthvað svolítið, en þetta ekki bara þar, þetta í öllu svona kornríkum mat eins og bara brauði og pasta og öllu slíku og það mismunandi sumir þola þetta vel en aðrir ekki, ég til dæmis þola þetta ekki vel, ég fæ bara alls konar einkenni, borða mikið af kornmat og með háan blóðsykur í grunninn, þannig að þá veit ég bara að ég þarf að passa mig betur en næsti maður, því það greinilega annarkvort það genetist hjá mér eða þá að minn lífstíl hérna á árum áður hefur skapað þetta ástand í mínum frumum, þannig ég veit bara þetta mitt lífstíðaverkefni að halda þessu í skefjum. Ef ég ætla ekki að fá sykursýki 2 eða eitthvað aðra slíka sjúkdóma. Þannig að með því að borða þessi einföldu kolvetni þá ríkur blóðsykurinn upp og það kemur líka ágætis fall eftir að þessa hæð þarna. Við verðum svengri, við vinnum verð úr fitu og lausnin á þessu að jafna út þessar sveiflur í blóðsykurinn með því að borða í rauninni meiri fitu eða eitthvað. Já, og þetta hljómar í dag, þetta sem eitthvað svona öfgakent mataræði, en þetta ástand hefur skapast vegna þess að við höfum farið af leið. Við erum í rauninni nútíma maðurinn allavega í okkar heimsluta, hann borðar svona anti-keto mataræði að því við erum búin að bæta svo rosalega miklu af kolvetnum inn í matinn. Við erum með viðbættan sykur í ótrúlegustu vörum í dag sem að voru ekki þar fyrir 50 árum síðan. Við erum líka búin að sjá breytingu á mataræði eins og hvað varðar dýrin sem við borðum. Ef við borðum fisk eða kjöt, að þá oft þetta kjöt hefur verið alið, það dýr hefur oft verið alið á korni, meðan að hérna fyrir 50 árum síðan það var alið á grasi. Þannig að bara þessar breytingar valda því að næringi sem við fáum í dag, hún gjörbreytt með það sem var fyrir 50 árum síðan. Og meðan að genin okkar ennþá á sama stað, þau hefur ekki breyst mikið á þessum 50 árum. Þannig að lífstílinn okkar það mikið breyttur að við þurfum í rauninni í dag eitthvað sem að margir myndu segja að væri öfgakendar lausnir, en það bara til að færa okkur nær því sem var hérna áður fyrr. Ok, en málið með fituna að í 1 grammi af fitu þá eru 9 kaloríur og í 1 grammi af kolvetnum þá eru 4. Það fólk ekki bara að fara að springa út eða það borða meiri fitu? Þvert á móti, þetta ástæðan fyrir því og þetta það sem svo heillandi við næringafræðina. Við erum alltaf að skipta skoðuna því við erum alltaf að nýjar rannsóknir og meiri vitnesku. Við heldum áður fyrr að því að fitan svona hitaeiningarík per gram, þá heldum að hún væri fitandi. Og að því að kolvetni væri bara með 4 hitaeiningar á móti 9 hjá fitunni, þá sögðu við allir verða að skera burtu fitu. Og fólk sem á mínum aldri, það mann eftir öllu þessu low calorie, low carb og reduced fat og allt þetta í öllum mat. Og hvað settum við þá inn í staðinn? Sigur. Meiri kolvetni. Og á þessum árum, þar sem við vorum að borða allt low fat og low calorie og með meiri sigri, að þá eru þjóðir heims að fitna og stækka og versna heilsan. Þannig að eitthvað vorum við að gera rangt, alveg klárlega. Og núna í dag, þá vita þeir sem eru að stúdera næringu, svona vísindalega, að þetta var kolröng nálgun. En það tekur oft heila kynslóð að vinda ofan af svona slæmum ráðleggingum. Þetta alveg vitað? Þetta alveg meira að koma inn í stofnanir og þess að þetta ekki bara einhverju einn og einn aðeins að skrifa bók? Nei, fyrir 15 árum þá var þetta einn og einn aðeins að skrifa bók. Núna þetta orðið mun viðtækari vitneskja og ég held að þetta sé orðin svona almennur konsensus í vísindaheiminum. En kannski finnst mér það að því ég mjög mikið tengt inn í þá sem aðhyllast þessar kenningar. Maður auðvitað alltaf litaður af því sem að maður sjálfur hefur stúderað, en ég held að þetta sé að verða miklu útbreyttari vitneskja heldur en var fyrir 10 árum, 15 árum. Sem sagt, sú vitneskja að fita gera okkur gott. Já, og að svona low fat mataræði sé ekki málið. Nei. Og það hefur með einmitt þetta sem við erum búin að vera að ræða, það hefur með hormónustjórnun að gera og hvaða áhrif þetta hefur á okkar langanir. Þannig að sko, ef þú ert hungraður, hungri vinnur alltaf. Ef þú ætlar að létta þig eða breyta einhverju í líkamanum og þú þarft að neita þér að borða og ert svangur, þá endar alltaf með að springa á því. Það mun alltaf vinna. Þannig að það sem þú varst að tala um áðan eins og að telja hitaeiningar, það rosalega erfitt ef þú ert að borða rangt samsetta fæðu og ert bara að telja hitaeiningar,
þá ertu í rauninni, það ertu eiginlega bara að fara að sofa klukkan 7 svo springir ekki eftir kvöldmat og fáið eitthvað af því að þú þarft alltaf að vera að berjast við viljastyrkin og þess vegna finnst mér bara heilla vænlegri leið að spila á efnaskiptin og hormónustjórnina og koma henni í lag þess að þá þarft ekki að telja hitaeiningar af því að þú ert sattur og því langar hreinlega ekki í mér í mat en þetta er ekki bara sko, þú ert að tala um kolvetni versus fita það er líka hægt sko, það er hægt að vera vegan og borða bara snúðukók og það er ekki holdt það er líka hægt að vera vegan og borða bara grænmeti og hnetur og það er að gera frábæra hluti fyrir þig sama gildur kolvetnasnutt svona lágkolvetna mataræði eða ketósu að þú getur alveg verið ketómataræði og þú borða bara lágkolvetna brauð og bacon og rjóma og það er aldrei að fara að gera þig super healthy en þú getur líka verið lágkolvetna mataræði og borða bara fisk og grænmeti og það gerir þér alveg rosalega gott þannig að þetta snýst líka sko næringar þéttni þannig að velja mat sem gefur þér steinefni, vítamín, trefjar þess vegna en ekki bara hvort það er fita eða kolvetni. Þess vegna geta kaloríur inn, kaloríur út mælikvarðin orðið svolítið villandi. Líka þarna já, því ef að kalorían sem þú velur er full af steinefnum og vítamínum þá gefur hann þér allt öðruvísi tilfinningu heldur en kalorían sem er bara tóm hitaeining og inniheldur ekki steinefni, trefjar eða vítamín. Þannig að fólki getur lifið á þessum árum þegar við vorum í ráfæðinu svolítið, þegar við vorum að stofna HAP fyrir 15 ára síðan að þá bauð ég oft og mér var sérstaklega gaman að fá sko stóra kallmenn í mat og gaf þeim ráfæði og þeir horfðu á diskinn sem ég aldrei fara að vera sattur á þessu og svo borðið þeir allt þetta grænmeti, allt þetta hráa ferska grænmeti og hnetur og eitthvað slíkt og svo var ég búin með matinn og vildi ekki meira og ég spurði hvernig liðir og þá kom rosalega oft þetta sama svar þess að mér líður rosalega skringilega svo ég hvernig þá þess að sko ég er ekki beint sattur en mér langar ekki meir í mat en mér langar að gera eitthvað bara, já, þannig á þér nefnilega að líða eftir góða máltíð þú ert að vera fullur af orku og hafa hreyfiþörf en ekki eins og þú veist þegar við borðum kannski hugsaðu jólin þá ertu búin að borða rosalega þunga máltíð með svakalega mörgum hitaeiningum en hvernig líður? Ertu fullar orku? Nei. Þið langar bara að fara upp í sófa og losa og slaka hans á og bara þreyttur það finnst að þetta er fullt af hitaeiningum en ekki stútfullt af næringareiningum Er ekki samt hægt að framkoma þetta á mjög marga vegu eins og við erum svolítið að henda kolvetnum undir lestina en samt horfum maður á svona asískan kúltúr og þar er hrísgrjón bara uppistaðan í bara flestum löndum Asíu hvernig virka það? Akkur eru þeir ekki fetra með? Já, og náttúrulega auðvitað maður þarf að taka það fram að sykursýki og offita er náttúrulega töluvert lægri og sérstaklega er árum áður. En þetta er nefnilega líka það sem er svo heillandi við þetta, að það er svo marga leiðir. Það er ekki bara hver ein ríkisleið. Af hverju eru við að tala illa um kolvetni? Það finnst að við erum að borða of mikið af og við erum að borða of mikið af slæmum kolvetnum. Kolvetni eru alveg frábæru að koma úr laufgrænmeti og góðum ávöxtum og rótum og slíku. Þá eru þau bara frábær. En það eru til rannsóknir til dæmis eins og sykursýki 2 þú getur snúið við líkaminn hann vill einfaldleika og þú getur snúið við sykursýki 2 að borða bara hrísgrjón en það mátt líka ekki borða neitt annað þannig að það eru til rannsóknir sem sýna þetta að ef að líkaminn og líka bara kartöflur þetta er önnur mjög skemmtilega rannsókn bara hvítar kartöflur eða þú veist ekki sæta kartöflur heldur þess að venjulega kartöflur og bara það eitt að þá getur snúið við áunnur sykursýki. Þannig að ég kann ekki alveg að skýra sko efnafræðina bak við það en ég veit að það eru til alls konar þegar fólk er líka svona rífast hvað er gott og hvað er slæmt þá fer það oft í svona öfgar og búa til rannsóknir sem sýna fram á eitthvað og ef að líkaminn fær nógu einfalt verkefni, nógu einfalda næringu þá virðast hann geta fengið frið til að lækna ýmislegt. Og þarna kannski eins og Jason Fung og Tim Noakes og fleiri sem eru í þessum svona low carb lífstíl þeir bara rosa mikið af dýraafurðum kjöt, fiskur bacon þess vegna eða mjólkuvörur, feitar mjólkuvörur ekki low fat mjólkuvörur
og síðan ertu með vegan á hliðina á því og næringarsamsetningin náttúrulega öll önnur, allt önnur en samt virkar þetta fyrir báða aðila. Já, og það að skemmtilega, fólk hefur val, það getur farið fleiri en eina leið, það virðist vera að það versta í mataræðinu akkurat eins og við gerum það sem við blöndum öll saman, það bara á flókið fyrir efnaskipti líkamanns, þannig að við þurfum eiginlega að velja, við getum valið öfgar í sikkur áttina og þau geta báðar virka og Tim Noakes frábært dæmi því að þarna erum við mann sem er sko íþróttamæður í grunninn, hann búin að hlaupa ég veit ekki hvað mörg marathón og ultramarathón og alls konar og hann einn af upphafsmönnum þess að búa til þessi gel sykurgel sem að margir nota í ennþá í dag sem að mér finnst ótrúlegt að hverju fólk ennþá að nota þessa villasi en þegar fólk að hlaupa marathón og svona þú þekkir þetta að þá það að taka sykurgel til að halda kolvetnunum í gangi. Tim Noakes og félagans þeir hönnuðu svona gel fyrir áratugum síðan voru held ég með eina af fyrstu svona gelunum og ég spurði hann, ég hitt hann Tim Noakes, hann kom til Íslands að halda fyrirlestur og ég fekk að fara í kvöldmatt með honum og hann segir í dag að því að hann fekk sykursýki 2 og hann segir þetta voru mistök, við áttum aldrei að hann þessi gel og hann núna búin að leggja sig fram við að segja heiminum fyrirgefiði hættu að nota þetta því þetta bara algjör vitlaus að þetta veldur bara sjúkdómum in the long run. Ok, þarna kemur samt og að velda sjúkdómum in the long run sem sagt slæm heilsa en hvað ef það fólk sem til í að fórna heilsunni fyrir árangur í íþróttum? Það hins vegar mjög góð spurning og það í rauninni finnst mér, það lagi ef þú tekur meðvitað ákvörðun það það getur verið ef að þið langar að standa á palli á ólympíuleikunum og taka á móti gulli og það þér mikilvægara í lífinu heldur en að verða heilbrigður 100 ára eða hvað sem er markmið okkur hinna að þá það meðvitað ákvörðun sem þú tekur en þú þarft að fá upplýsingar, þú þarft að vita það alveg það alltaf að reykja ef þú veist bara, það slæmt fyrir heilsuna mína en ég ætla samt að taka það ákvörðun það bara þitt val og árangur í íþróttum, þú getur náð svipum árangri, þú ert ekki að nota kolvetni eða sem sagt, þú ert ekki með það sem primary fuel heldur reynar að keyra á fituninni en það getur tekið tíma, þjálfa það upp og það eru mismunandi kenningar hvort þetta virki eða virki ekki en svo lengi sem þú tekur upplýst ákvörðun þá það allt annað dæmi sko. Og það eru örugglega margir íþróttamenn hann úti sem að hlusta sem eru svona kannski svolítið evins með þetta sem þú ert að segja en það rosalegur kolvetna kultúr í kringum íþróttir og þar alveg erum við líka svolítið að sjá þess að vísa að sykursýki 2 hjá íþróttafólki eða ekki? Já, en þetta ekki að minnka? Það ekki? Kolvetna penningarnir? Sko, nú ég svona nýkomin inn í hlaupinu, ég get sagt að ég hef aldrei borðið mörg kolvetni á jafnskömmum tíma sko. Já, þú verður að prófa að gera tilraun og prófa að taka þetta eins út. Já, en það fristandi en eins og En ertu búin að kíkja í blóðið þitt? Nei. Hver langtíma sykurinn? Þetta bara, ég hef ekki hugmynd. Akkur veist það ekki? Mér líður ágætlega. Já, en ég held svona alveg eins og við viljum kenna fjármálalæsi í skólum og viljum undirbúa börnin okkur fyrir lífið. Ég held að kenna heilsulæsi. Algjörlega. Og ég held að hver einasta manneska á Íslandi, hún bara að vita hver langtíma sykurinn. Þetta sá faraldur sem við stöndum frammi fyrir og verður munnsetti heilbrigðiskerfi okkur á hausinn næstu 10 árum. Byrjum bara á því að fólk að vita hvað kolvetni sko. Já, en þá að vita blóðþrýstingi sinn og langtíma sykur sinn. Það lágmark. Langtíma sykur, hvað þetta? Þetta heitir á fræðimáli hemoglóbin A1C. Þetta svona í rauninni mælikvarði á hversu glýseru eða hversu sykur rauðu blóðkornin eru og rauðu blóðkornin hafa stuttan líftíma. Þú endurnýjar þau öll á svona 90 til 120 dögum. Þannig að við erum að mæla í prósentum talið hversu mikið sykruð eða skemmt í rauninni rauðu blóðkornin eru. Og ef að það fer yfir þetta, 5,7%, þá tölum við forstig eða fer yfir 6,5%, þá tölum við sykursýki 2. Ok, þetta það sem að þegar fólk með sykursýki að stinga sig? Já, þá það meira að mæla sko fastandi glúkósa. Já. En þarna viljum við fara bara á rannsóknarstofu í alveg blóðpröfu til að mæla hemoglóbin A1C. Ok, þannig að þú getur ekki stungið til þess að sjá enn langtíma. Nei, þar færðu samt vísbendingu því þar sér bara stöðuna akkurat eins og nýr í dag. Þú ert ekki að taka þá meðaltal fyrir 3-4 mánuði en þú ert að sjá blóðsykurinn akkurat þá stundina. En blóðsykur hækkar ofta á dag þannig að þú verður að gera þetta við staðlegar aðstæður og þá nota þennan mælikvarða. Máttu ekki vera búin að borða þetta? Fyrsta mótnana, fastandi, þá getur þú skoða þetta.
Ok. Svo getur þú líka, ég myndi vilja að fólk sem með forstig við sykursýki, ég myndi vilja setja á þau svo kallega sýrita. Það hægt að setja svona continuous glucose meter sem með þráð sem fer í millifrumuvökvann og mælir hækkun á blóðsykri og þá getur verið að senda fólk heim í viku 10 daga og það getur verið að læra því við höfum öll ólík viðbrögð. Þú getur bara hvít hrísgrjón og það veldur ekki blóðsykur hækkun hjá þér með að myndi gera hjá mér. Já. Svo getur ég kannski bara ís og ekki þú eða skilur. Þetta svona, það aðeins ólík viðbrögð þó að þessi auðvita alltaf sömu fæðutegundina sem að valda blóðsykur hækkun, þá getur verið svörunin verið mismikil á milli manneskja. Ok. En eins og með íþróttirnar, og það er svo áhugavert. Ég alveg að halda þessu á sömu braut. Þar viltu hækka blóðsykurinn? Nei, ekki endilega. Þú vilt hafa samt nægan blóðsykur, þú vilt, þú þarft alltaf einhver kolvetni ef þú ert að fara í langtlaup eða hjólreiðar eða hvað sem það eða fótboltaleik. Það skiptir ekki máli hver íþróttin þú þarft alltaf eitthvað svona mix af orkuefnum. Og aftur þá þetta ekki svona binary, þetta ekki annarkvort eða, þú ert alltaf að brenna einhverju blöndu af orkuefnum, þú ert ekki eins og bíllinn sem annarkvort á rafmagninu eða bensíninu, þú mixar þessu saman. Það sem við getum gert og við eigum frábært dæmi íþróttamann Sigurður Ragnarsson sem nú Íslandsmeistari í 10 km hlaupi og 3 þraut og ég veit ekki, hann held í Íslandsmeistari flestu sem hann tekur sér fyrir hendur líka í þekkingu og kólesteról og blóðsykri held hans Íslandsmeistari þar. Hann gróf fyrir mig gröf þegar ég bara byrjaði einhverja setningu á að segja kolvetni og hann bara nákvæmlega, hann fór á stað. En hann svo frábært dæmi vegna þess að hann var þarna, hann var á kolvetnunum og síðan hann búin að svissa yfir í fituríkt mataræði og við búum svo vel í Grímsvík að geta unnið með sigga og við fáum að mæla hann reglulega. Þannig við setjum reglulega á hann grímu sem að mælir svona útblásturinn, bara eins og við gerum á bílinn, þegar við fyrir með bílinn í skoðun og við mælum hjá hann hvernig hann nýtir súrefni, hvernig hann gefur frá sig koltvísýring og hvernig hann nýtir orku undir álagi. Og við sjáum alveg hjá honum að þegar hann borðar fituríkt mataræði, hann borðar kannski nokkur egg á dag og smjör og kjöt og fisk og grænmeti sem vex aðalega ofanjarðar, að þá hann að nýta orku allt öðruvísi undir álagi. Þannig að hann getur verið komin á hjólinu, getur hann verið komin upp í, ég veit ekki, 300-400 vött og hann enn að keyra að mestu leyti á fitu. Þannig að hann í rauninni að spara kolvetnin. Við eigum bara hver og ein manneskja, þegar við leggjum að stað í marathon eða Laugarvegshlaup eða hvað sem við erum fyrir að gera, þá eigum við á tankinum bara kannski svona 2000 hitaeiningar í formi kolvetna. En tankurinn okkar fyrir fituforðan miklu, miklu stærri. Þannig að ef að þú getur á jafn miklu álagi verið að nota miklu hærra hlutfall af fitu, þá kemstu bara miklu lengra á orkunni sem að býr í líkamanni þínum, af því þú sparar kolvetnin. Þannig að þetta það sem við erum að gera þegar við erum að þjálfa upp fitubruna undir álagi. Og þetta kemur sér bara vel, þú stoppar styttra á drykkjastöðunum og þarft ekki að taka orku og athygli í það, vera næraði mikið á leiðinni. Auðvitað kemur að því að þú það gringar á kolvetnatankinum eftir í svona meira álagi, en hann klárast aldrei alveg vegna að lifrin nýmyndar glúkósa, þannig að margir íþróttamenn ná að keyra rosalega langt á sinni eigin orku. Ok, ná voru kannski einhverjum núti sem að hugsa ok, en ég í fótbolta, ég þarf að spretta úr spori, ég þarf að vera svolítið ákveð í stuttan tíma, ég ekki bara lull einhvern Laugaveg eða marathon í 4-5 klukkutíma eða ég að lyfta, ég að taka 3 rep af þungri hnébeygju, ætlar að segja mér að ég vera að brenna fitu til þess að fá orkuna í svona sprengikraft. Já, þá ertu líka á kreatín fosfatkerfinu, í rosa sprengikrafti og eitthvað svo leiðis, en þetta allt saman, eins og ég segi, þetta svona sambland af orkuefnum og tökum fótboltan sem dæmi, þú ert í einhverjum spretti og þá ertu klárlega að nota hátt hlutfall af kolvetnum, en svo stopparu og hvað, þetta jafnar sig eins að lifrin, hún fær líka skilaboð að nýmynda glúkósa og þú ert ekki í stanslausu álagslaupi í fótboltanum, þú ert í stuttum sprettum og stoppar á milli. Þannig að eiginlega í hverri einustu íþróttagrein þá það alltaf beneficialega, það alltaf jákvætt fyrir þig að geta vera hæfari til að brenna meiri fitu undir meira álagi. Ok, og þarna ekki alveg svona rétt með því á mér að þetta
eins og dæmið hann Zach Bitter sem svona ultra hlaupari, maður veit ekki lengur hvað ultra þýðir sko, það sem kemur eitthvað annar og gerir eitthvað meira og þá meira ultra þetta er súper hlaup og hann sem sagt búin að vera sko, ég geti verið að eðalega geta en ég veit að ég ekki kynnt mér þetta alveg vel en ég held að hann sé karnivór, þetta borða bara kjöt. Já, hann það núna? Ok. Held það. Já. Og var allavega svona keto pæling sko, zero carb held ég mögulega og hann fær sér síðan gel þegar hann fer í einhver hlaup. Já, þá svissar hann inn kolvetni. Hann segist nota svona strategísk kolvetni og þá hann, af því að það hlýtur alltaf að vera markmið okkar líka, þó við viljum ná árangri í íþróttum, að þá viljum við líka vera heilbrigð og það kannski það sem að menn að reyna að finna balansin í þessu. Þannig að hann Zach Bitter, hann held ég gerir þetta á undirbúningstímabilinu, þar hann mjög low carb eða zero og síðan þegar kemur nær keppni þá tekur hann kolvetni strategist inn, bætir kannski við sætri kartöflu eða eitthvað slíku síðustu dagana fyrir og þá notar hann í rauninni kolvetni sem svona jet fuel eða super fuel. Ok, út af hann orðin svo góður í að vinna úr fitu. Af því að hann, ekki bara vinna úr fitu, hann metabolically flexible og það þýðir í rauninni að hann getur notað bæði. Okay. Þannig að hann myndi ekki kannski þýða fyrir hann, nú ég getað mig til að því ég bý ekki með honum, hann ég veit ekki nákvæmlega hvað hann borðar. Ekki heldur. En ég held að það virki þannig að þú þarft í rauninni að byrja að taka kolvetnin inn kannski viku eða 2 fyrir keppni að því þú þarft að minna líka með þenn á alveg rétt, ég get líka nota þetta fuel. Já, frekar heldur hann koma hann óvart í Já, ekki bara í keppninni allt í einu og taka sigur gel sem hann hefur ekki fengið í marga mánuði. Ok, þannig að það sem við erum að tala núna hvernig líkaminn, hversu hátt hlutfall af fitu líkaminn vinnur til þess að búa til orku, vinnur úr til þess að búa til orku. Þetta á ekki bara við íþróttamenn, þetta í rauninni það sem við erum búin að tala allan tíman en það svolítið áhugavert að horfa á þetta þegar kemur að íþróttum út af það ekki bara sitjandi við skrifborðstóla í róliheitunum, þú ert svona að gefa svolítið í, sprett á spori. Hvernig bætir maður þetta? Hvernig þjálfaru upp meiri hlutfallslegan fitubruna heldur en kolvetnabruna? Þú getur gert það með nokkrum leiðum. Augljósasta leiðin fæðuinntaka, að þú eykur hlutfall fitu í fæðu og dregur úr hlutföllum kolvetna. Það líka hægt að gera þetta með lotubundnum föstum. Margir kannast við 16-8, þá þeir að borða í 8 klukkutíma glugga yfir sólarhringinn og fasta í 16 klukkutíma. Þú getur líka gert þetta með föstum, almennt, manstu hotnpúsliðana. Þannig að það hægt að nota föstur, sumir nota einu sinni í viku, sumir fasta í 6 daga til að þjálfa þetta upp og það breytist til að hratt í líkamannum. Og þegar þú ert búin að gera þetta einu sinni eða þú ert búin að vera kannski á ketósa mataræfi einu sinni í 1 ár eða 6 mánuði eða hvað það að þá ertu miklu fljótari, jafnvel þú farir út af sporinu, farir aftur í kolvetnaríkt mataræfi, þá ertu með fljótur og komaður aftur inn í þetta ástand eða þú ert búin að kenna líkamanniðinum að gera þetta og það hægt að nota líka svona utanakomandi ketona, þú veist það hægt að kaupa sér bætefni í dag sem svona ketonesters eða ketonsölt. Þannig að sumir að gera það. Mjög ódýrt. Það svona lata aðferðin að gera þetta að komast í ketósu, það getur bara borðað kolvetnaríkara segjum, ekki bara að lifa á salgæti, en þá getur þú tekið þessa svona exogenous ketona. Þannig að það eru nokkrar leiðir til að þjálfa þetta upp. Einmitt. Og þessar vinsældir, þessa fasta, þetta í rauninni það sem fólk að reyna að ná fram, að þjálfa upp fitubrennsluna, má ég segja að það sé grunninn leiðin og á samaskapi ekki á bara í rauninni sama tíma verið að vinna gegn þessum áunni sjúkdómum sem við erum búin að vera að tala um. Já, nákvæmlega. Það nefnilega, þú ert ekki bara að breyta efnaskiptunum, heldur þú ert líka að gefa frumum líkamanns eiginlega hvíld, segjum að þú ættir stórt heimili með mörgum börnum og börnin væri mjög mikið að koma með dótið sitt alltaf út allt hús og það var allt í drasli alltaf. Síðan fara börnin að sofa og þá hefur þú frið til að taka rólega vel til, skilur, það erfitt að gera það meðan þau eru alltaf að koma með dótið aftur og aftur og það sama í líkamannum að þegar hann fær loksins hvíld, ef hann þarf ekki vera upptekinn við að melta mat að þá fara frumundar í svona viðgerðarferli og þær fara að henda út göllum frumum og sortira og laga til og gera allt hreint og fínt. Þetta einföldun en þetta samt sem aður það sem að gerist í líkamannum. Þannig að það mjög mikilvægt að meldingur okkar fái einhver tíman hvíld. Já, og maður deyr ekki ef maður fastar í 16 klukkutíma.
deyr og svengt. Já, bara... Það mjög ólíklegt. Nei, þetta svengt svona merkileg tilfinning því að við hræðumst hana í dag. Það eins og við bara þorum ekki vera sveng. Ég man ekkert að það var rosalega vont veður og þá hlustaði ég tilkynningu í útvarpinu sem að lögreglan sagði sko ef þeir eru föst ekstar í blindbíl og komist ekki með bílinn fastan og eru með börn í bílnum sem er sveng þá ringi í lögreglunni. Hvað maður sé við lögreglan? Það ætla að fá 3 hamborgara. En við hræðumst svengt en svengt þennan tilfinning að hún kemur ef þú borðar ekki og svo vex hún og svo borðar ekki neitt og þá fellur hún. Þannig að hún vex ekki bara alveg hangur til að springur og svengt, það ekki þannig. Þannig að hún kemur í bylgjum og stundum ættum við bara að prófa að fara í gegnum þetta og leyfa henni að líða hjá því við erum bara að gera gott fyrir líkamann. Já, það svengt í rauninni holl tilfinning. Einmitt. Já, það kannski líka fólk held kannski að myndi ekki bara deyja úr svengt, heldur meira bara að ég að skaða líkamann. Ég meina svengt að einhverju leyti óþægindi eða sársauki. Já, hún sérstaklega, það líka til mismunandi tegundir að svengt og já, það grípa þetta fína vatnið hérna íslenska. Já, heldur betur. Engin klórið þarna. Það fólk finnur öðruvísi svengt ef að það eins og við vorum að tala föstur og ketósu mataræfi og ef það þarna að þá finnur þau mildari svengt. Þú finnur svengt en þú þarft ekki bregðast við. Þeir eiginlega svona næstu því alveg sama og það ein af ástæðanum fyrir því að fólk á auðvelt með léttast þegar það borðar svona fituríkt mataræði þó fitan hafi 9 hitaeiningar og kolvetni 4 og allt það og við hræðumst að borða fitu að þá veldur það mikilli svona mettun eða við verðum svo sátt að við þurfum ekki endilega alltaf að vera stöðugt að bæta inn í kerfið okkar. Þannig að svengdin verður miklu mildari og einhvern veginn öðruvísi tilfinning. Já, ég fór á æfingu í morgun með honum Pétri Ívarssoni, Pétri Boss, mikill meistari. Hann tekur sínar æfingar fastandi og eins og í dag þá tekur hann fastandi æfingu klukkan 7 morgunin, fer síðan í vinnuna og fer síðan aftur í rektina í hádeginu, ennþá fastandi og borðar svo. Það svo sem að hleypur í jakkafötunum, eða ekki? Jú, hleypur, hefur hlaupið í jakkafötum en hann áalveg til að, veistu, svo í æfingunum morgun hann var líka hlaupaföt. Já, hann var í stuttbuxum morgun. Okay. Já, þetta er eitthvað fest í mínu minni. Já, hann greinilega vanur að gera það. Já. Því annars myndan vera orkulaus á seinni æfingunni. Þetta ekki eitthvað sem gerir bara 1, 2, 3 eða þú ert vanur að keyra á framkolvetnum og orkudrykkjum og gjölum og eitthvað svona. Þá gerir þetta ekki bara 1 daginn. En ef hann búin að þjálfa upp kerfið sitt og hæfur að brenna fitu, þá ekkert mál að gera þetta. Nei, einmitt. Og þetta líka bara svona til þess að svara sko allavega, ég get náttúrulega bara að tala fyrir hlaupin og það sem ég þekki þar, en þá þú veist, ég meina í keppnum, löngum keppnum þá alveg notað gel og þess að sem náttúrulega bara 100% kolvetni en í æfingaferlinu síðan, uppbyggingatímabilinu þá bara skrifað upp á að fara út í langan túr á fastandi maga og ekki fá þau neitt og þú veist, bara vatn. Já, ég glöð að heyra þetta því að mér heyrðist á þér áðan að þú að tala um því þegar þú komur svona inn í hlaupin að það veri menn að nota þetta sykur í hvaða formi sem mjög mikið. Ég í rauninni alls ekki á móti að menn noti gel í keppni, það allt í lagi en það að vera að keyra sig á gelum svona á venjulegum löngum æfingum, það held ég að sé bara gamaldags og úrelt og við hægt að gera það. Nei, já, fyrir ekki, ég átti þess að við í keppnum en síðan veit ég líka að fólk pröfar þetta líka í svona ákveðnum löngum túrum bara svo að það sé ekki sjokk fyrir líkamann að allt í einu fá einhverja svona næringu á hlaupum sko, það er svona líka alveg að æfa það. Já, það alveg eðlilegt en bara það sem að ég hef svolítið séð í svona hvað ég segja í svona leikmanna, við sem erum á mínum aldri og erum að þykjast vera íþróttum venn, við erum ekki að gera þetta. Nei, þið bara haldið ykkur frá kolvetnum. Já, eða þú veist, það allt í lagi aftur að nota þau í keppnum, en við erum ekki verið að nota þetta á öllum löngum æfingum, í öllum löngum túrum og þegar við erum bara að, þú veist, fara golfringin eða hvað sem þú veist, þá þurfum við ekki að vera með alltaf nesti. Það bara óþarfi. Og þú veist að tala unga fólki áðan og fótboltan og þetta. Við sjáum núna, eftir ég fór að starfa við það að skoða blóð í fólki, þá fekk ég alveg staðfest ekki, ég var búin að heyra þessar tölur, að það væru 85 til 90.000 Íslendingar með forstig sykursýki 2 og vissi ekki af því.
og við erum búin að fá alveg staðfestingu á því. Nú erum við búin að skoða blóði í kannski 300-400 Íslendingum sem að koma til okkar í GreenFit og það er 1/3 þeirra sem með fóstursykursýki eða mjög nálægt því, kannski með hemoglobin A1C 5,6 en ekki 5,7, þú veist, við erum bara alveg að detta í þetta fórstig og það sem að kemur okkur á óvart að við fáum svolítið fjölskyldum til okkar, það sem að kannski börnin eru sikura með við 20, eitthvað svoleiðis og í íþróttum og síðan foreldrar þeirra kannski næri mínum aldrei í 50, þá eru oft börnin verri málum hvað blóðsykur varðar heldur en foreldrarnir og þetta svolítið sjokkirandi og þetta bara eitthvað sem við sem þjóð verðum að fara að skoða því þetta framtíðar fólkið okkar og við getum svo auðveldlega að gripa þetta inn í og snúa þessu við. Já, og við erum að tala erum við ekki að tala það að ef þú gripur þetta inn í og snýrir þessu við, þá ertu mögulega bara að koma einstaklingi frá bara lífseðla akkurat meina, og bara forðanum frá brúninni já, hann ekki dottun onni brúnin bæta við nokkrum góðum árum við lok lífsins ekki bara nokkrum, ég meina Íslendingar, við erum langlíf þjóð og við höfum það rosalega gott í þessu landi við erum, held ég, verðum að meðaltali 82 ára pluss mínus, konur aðeins eldri en kallara því að við erum aðeins heilbrigðari en meðal Íslendingurinn eigðir svona 15-16 síðustu ævarun sínum við skerta heilsu og skert lífsgæði og við þurfum ekki að gera það við höfum þekkinguna, tækin, tólin og allt saman til að snúa þessu við getum komið í veg fyrir að minnstakosti helming þessar sjúkdóma við erum nýbúin að lesa í blöðunum frá doktor í næringafræði sem vinnur á Krabbameinsfélaginu og 1/3 af krabbameinstilvikum megi rekja til mataræðis, rangs mataræðis og ef það 1/3 það örugglega hærra held ég en þá getur ímyndað hver stór hluti af háþrýstingi og sykursýki megir ekki að rangs mataræðis. Það bara nánast öll tilvik. Þetta svona tvennt sem auðvelt að snúa við. Rangt mataræði. Já. Og ástæðan fyrir að ég spurði þetta í byrjun svona hversu mikið af hvað maður kallar þetta svona trendum og svona vinsalum matakúrum þú séð bara í gegnum þinn feril. Hvað af þessu heldur ennþá vatni? Hvað það sem að virkar? Það rauður þráður í gegnum allt í rauninni og það minnisykur. Það rauði þráðurinn. Það það sem virkar. Þannig, sko, og alltaf einmitt. Þú ert með Atkins og Paleo og þetta og hitt og vegan og pescetarian og bla, þú veist, ég veit ekki hvað allt heitir, flexitarian og flexisexual, ég veit ekki, þú veist, þetta endalaust. En í rauninni, ef þú ættir að gera eitthvað eitt, takt út sykur. Ok. Og þar með borða hreinni fæðu í sinni upprunalegu mynd, eða nálægt henni. Já, það væri þessi 2 skref þá ertu kannski komið 80% af árangrinu. Ef þú myndir borða óunna fæðu og tekur út viðbættan sykur, þá ertu komið langleiðina með að skapa rosalega heilbrigða þjóð. Einmitt. Ef þú getur séð það sem þú ætlar að setja upp í þig fyrir þér, vaksa eitthvað staðar eða hlaupa eitthvað staðar, þá ertu yfirleitt í góðum málum. En allt þetta tilbúna með löngu innihaldslýsingarnar, það ekki gott. Nei. Já, það magnað að þetta hafi svona mikil áhrif og út af því að maður alltaf heyrt þetta með sykurinn sko, ég held að það hafa alltaf verið svona svolítið sterkt í manni að tengja þetta bara við það að fitna. Já. En það ekkert málið, þú veist, það bara svona það eitt af málunum. Já, sjálfsög, en sko ég þá að tala það tengt útliti. Já. En það sem að gerast inn í þér nákvæmlega sést kannski utan á þér líka. En það akkurat það sem að við verðum líka að fara að opna á umræðina því að við erum orðin dálítið feimin við að ræða offituna af því að við tengjum þetta svo mikið útliti og í rauninni, sko, offita óholl. Það bara þannig. Og við eigum ekki að vera feimin við að segja það. En núna gæti einhver sagt, guð mig góður, hún með svo miklu útlitsfordóma, eitthvað þannig. En það hefur ekkert með útlit að gera. Ég ekki að segja offita sér ljót. Hún getur verið mjög falleg, kvenlega línur og eitthvað svona. En hún óholl. Og þess vegna eigum við að tala það. Af hverju myndast offita? Hún myndast að hluta til vegna þess að blóðsykurinn á hár og insulín keyrir fitusöfnun í líkamanum. Og ef þetta gerast, þá eigum við að taka á því. Það samt hæfileiki að þegar við myndum fitu, ef við getum geymt hana undir húð,
það er ákveðin hæfileiki. Ég er mjög hæfileikarík, hæfileika til að setja umfram fitumagn á mjaðmur og læri og undir húð og það er í rauninni mjög gott vegna þess að miklu óheilbrigðara það sést ekki alltaf utan á fólki eða með sykursýki eða eitthvað svona vandamál og ef við söfnum fitunni meira innri líffærin eins og lifur og brís, það er miklu óhollara. En það er líka það sem að gerist. Það sem að við erum að sjá þegar við erum að skoða blóð í fólki og við sjáum það með hækkaðan blóðsykur, þá eru oft með hækkuð lifrargildi líka. Þannig að það er með ástandi líkamann sem heitir fitulifur og er kallað non-alcoholic fatty liver. Jafnvel hjá krökkum eða mjög ungum einstaklingum sem hafa aldrei drukkið áfengi og það er að skapast vegna þess að insulíni keyrir fituna líka inn í líffærin. Það hefur ekki þú veist, það hefur mismunandi leiðir til að geyma þessa fitu í frumum og stundum það tekið inn í lifur og þá veldur það þessu ástandi. Einmitt. Og það geti, eins og þú varst líka að tala um fjölskyldur sem að koma til þín og að sjáast ekki alltaf utan á fólki hvað í gangi innan með því að þetta forstig sykursýkis, það getur bara verið hjá fullkomlega heilbrigðum útlítandi íþróttamönnum. Já, við erum alveg með unga krakka undir 20 sem eru öflug í íþróttum og tágrönn en eru samt með þetta. Forstig sykursýki, já. Og það má þá rekja það til bara of mikils sykurs í mataræði? Já, það er þannig í flestum tilvikum. Auðvitað þau geta verið genetískt útsett og allt það, en það er alltaf lífsstíllinn sem spilar inn í. Þetta er ekki bara gen. Það er alveg hægt að erfa genið til að þróa með þessu áfengisýki, en ef þú fjarlægir áfengið þá ertu búin að fjarlægja vandamálið. Þannig að það sama gildir sykursýki. Þú getur erft hæfileikann til að þróa með sykursýki, en ef þú fjarlægir sykurinn þá fjarlægir vandamálið. Mm-hmm. Og er þetta eitthvað sem sko þarna hún nefndir þarna Atkins og allt þetta og keto og LKL eða hvaða nú heitir það svona? Já, rætt að skýra þetta nýjum nöfnum. Einmitt, alltaf brotnar þetta ekki alltaf, en oftast brotnar þetta, fólk fer í átak, það er ekki að breyta lífstíl. Já, meinar að fólk hættir að fylgja. Já. Nákvæmlega, þú veist, og já, ég var á Atkins í hálft ár, og það er ekki bara frekar mikið. Já. Og þú veist, og hver er staðan núna? Bara fyrir þetta hálfa ár sem þú byrjar á Atkins, þú veist, hver er munurinn á þér? Það getur nefnilega verið að þetta hafi gert þig gott og þetta hafi bara verið hálft ár, en vonandi, sko, það er líka eitt af því sem er tabú í samfélaginu, þú mátt ekki fara kúr núna, þú mátt ekki fara átak, það er rosalega slæmt. En það getur alveg gott ef það er svona eins og gíraskiptir, þú veist, þú fer kannski annan gír og svo heldur áfram einhverju þó þú hættir að vera á Atkins eða á keto eða á einhverjum kúr, að þá mögulega myndar það einhverja nýja lífsvenjur sem að síðan viðhaldast. Þannig að þeir sem að fara í sykurlausan september eða þú veist, eitthvað af þessum nýju átökum, að þeir jafnvel sko þó þeir hætti síðan í átakinu, að þá getur verið að viðhaldist kannski 80% af venjónum þó þeir takja aftur inn súkkulaði á laugardögum eða eitthvað svoleiðis. Já, algjörlega. Þannig að það getur verið allt í lagi að nýta sér svona átök til að taka til. Svo þurftu bara að viðhalda góðum venjum eins mikið og getur. Já, og náttúrulega líka bara að pröfa, ég meina, fólk sem að fer í átaki í ræktinu og finnur bara að það líður miklu betur, þá allan að veistu það, ef þið líður eitthvað verð, þá getur það mögulega spilað inn í og sért ekki að hreyfa þig. Akkurat. Og þú ert kannski búin að búa til eða setja einhver verkfæri í verkfærikistuna þína sem þú getur það alltaf gripið til aftur og aftur. Já, algjörlega. Hvað gerir þú sjálf? Hvað var það mataræði? Já, ertu bara skerð út allan sykur eða ertu fullkomin í þessu? Já, ég er fullkomin. Mig grunaði. Nei, það er eitthvað svona skrítin tókstrita í manni. Ég er nýbúin að taka til og taka svona 3 vikur á clean. Clean er eitthvað sem við notum gjarnan. Þá tek ég 3 vikur í svona að endurstilla þarmaflóruna og tek út þess að tryggera eins og kaffi, áfengi og mjólk og kornvörur og sykur. Og það gerist yfirleitt á þessum 3 vikum að mér fyrir að líða rosalega vel. Ég verð með meiri orku, miklu stabíli, sumi segja þessi betri skapinu mér sér og ég sef betur og mér líður bara betur á allan hátt, léttist kannski aðeins og er bara almennt ánægri með mig. Samt get ég ekki beðið eftir að taka aftur inn súkkulaði og sunnar og kaffi. Já, einmitt, ok, svo löngun er alveg ennþá. Já, þannig að það er eitthvað svona skrítin tókstrita í manni, en ég reyni samt að takmarka þetta því ég er pínu sykurfíkill í mér. Ég held þessi bara fíkill í mér, almennt. Þannig að ég sæki svolítið í svona kaffi og súkkulaði og þess aftar.
en ég reyni þá bara að í fyrsta lagi vera ekki með móralið ef ég fæ mér kaffi og súkkulaði þá ætla ég bara að njóta þess og vera ekki að rífa mig niður og síðan reyni ég bara að gera það ekki of oft. Já. Þannig að þetta snýst ekkit að vera fullkomin, heldur frekar að reyna að gera kannski 80% rétt og velja svo bara nautnirna þínar vandlega. Einmitt. Og þarna einmitt komast hjá því að að brotna, frekar heldur að bogna nokkru sinnum veist, leifa sér eitthvað, ekki vera með móralið í því, frekar heldur að segja, ok, nú er Atkins bara strikið mitt. Nú er þetta bara ónýtt. Ég er búin að rjúfa þetta, þannig að ég náði bara 6 mánuði. Sumir segja mér, já, ég var að ketosu í 6 mánuði og svo fjall ég, en þetta er ekki að falla. Þú kannski ferða aðeins af leið og svo bara inn á hann aftur. Þannig að maður þarf svona að vera mildur við sig. En samt sem áður að gera eitthvað í hlutunum, þú veist, ef þú ert ekki ána með stöðuna, gerðu þá eitthvað í því, þú veist, ekki bara vera fórnarlamb og segja, ekki ég bara fæ mér alltaf súkkulaði og á svo bátt, því að við borðum líka svo mikið fyrir tilfinningarnar, þú veist, okkur kennt þetta bara frá því við erum litli krakkar, þú veist, og meiðið, fá því ís, þú veist, við huggum okkur með mat og við notum mat þegar við erum að halda upp á okkar gleðilegt. Þegar þú ert að útskrifast eða gifta þig eitthvað, matur er rosalega stórt atriði. Þannig að við tengjum mat mjög mikið tilfinningum. Þannig að við þurfum líka að læra að hugsa matur er næringin okkar. Hann er bæði bensínu okkar og byggingarefni okkar og við þurfum að bera virðingu fyrir því að við erum ekki ruslakista. Getum ekki bara hent hverja sem er að inn og ætlast til að líka með það. Þú er bara að vinna þessu. Við þurfum stundum að vera góð við líkamann og stundum getum við leyft okkur ykkur smá nautnir. Þetta er bara spurning balans. Algjörlega. Þið hjá Greenfit eru það svolítið að koma með tölurnar inn í allar þessar ágiskanir sem fólk er að taka í tengslu við bara heilsu. Má ekki alveg segja það? Þetta er ekki endilega bara mataræði eða þessu þar. Þetta er bara heilbrigðið, já. Heilbrigði og árangur í íþróttum. Og eitt af því sem ég gerir er að taka blóðpröfu til að athuga skort á einhverjum snefilefnum eða vítaminum og steinefnum. Skort eða ofgnótt. Eða ofgnótt. Já. Hvað hefur séð þar? Ég er svolítið forvitin um það. Hvað er eitthvað minnstur? Eru Íslendingar með lítið D-vitamin í sér og maður hefði haldið? Já, það er einmitt eitt af munstrónum sem við sjáum. Það er lágt D-vitamin. Okay. Og það er mjög algengt. Það er ekki algilt en mjög algengt. Og jafnvel hjá þeim sem hafa verið duglegir að taka lýsi og taka þetta inn. Þannig að það er svona eitt af trendunum. Hárblóðsykur er eitt af trendunum. Síðan sjáum við skoðum mjög mikið kólesteról og blóðfitur og finnst mjög áhugavert að skoða það því þar eru kenningarnar að breytast og vitneskjan er alltaf meira og meiri. Þannig að við erum svolítið að reyna að hjálpa fólki að hætta að hugsa góð og slæma kólesterólið eins og okkur hefur verið tamt að nota þessi orð og reyna að hjálpa fólki að sjá hvað er gott við kólesteról því að það er ekki, kólesteról er í líkamannum af ástæðu. Það gerir gagn, það er til dæmis í öllum frumuhimnum líkamanns. Þannig að það er svolítið gaman að hjálpa fólki að skilja það betur. Já, sá miskilningur fekk kom illa við eins og bara egg og þess að það bara... Já, akkurat. Það komið hann í einhverjum áráðsmyndum var verið að líka eggjum við sígarettur en það er bara ekki rétt með farið. Egg eru eiginlega nálagt til að vera fullkomin fæða. Sígarettur líka. Já, það. Nálagt til að vera fullkomin fæða. Nálagt. Nei, ég er nýbúin að læra reyndar að því við erum talað líka viðbættan sykur að það hefur verið settur sykur í bréfið sem að sígaretturnar rúllaðar í. Vá, hvað það er gott. Það er snill. Þannig að ef eggur er fullkomin fæða þá eru sígarettur fullkomlega ófullkomnar. Já, einmitt. Vá, hvað það er gott til þess að gera fólk há þessu. Já, akkurat. Eins og sykri inn í sígarettuna. Að fá nikotínið og það þurfti að setja sykur í þetta líka. Ég veit ekki hvort það er satt en ég heyrði þetta. Snillingar í þessum brásama. En þetta er svona trendin sem við sjáum og svo eru svona það eru, þú veist, við skoðum bólgur í líkamann líka og það er svolítið, það er svona ekki alveg sama sem merki en það er oft sem að helst í hendur að þegar blóðsykurinn hefur ekki mikið þá eru bólgurnar líka upp í líkamann. Okay. Og þegar að fólki næra að lækka blóðsykurinn þá dregur úr bólgunum. Og aftur er þá ekki talað bólgur oft sem bara orsök svona langunra sjúkdóma sem það. Já, langvinnir sjúkdómar, já. Bólgur er eiginlega svona jarðvegurinn
ef við getum sagt að þú veist, til þess að eitthvað plantana á vaksa þá þarftu jarðveg og þú þarft fræ og þú þarft vökvun og sólarljós eða næringu fyrir fræið og jarðvegurinn getur verið bólgur þannig að margir langvinni sjúkdómar þeir þrífast vel í bólgu jarðvegi en þú þarft alltaf líka fræ og sólarljós og til dæmis krabbameinsfruma hún þrífst betur í bólgu jarðvegi en þú þarft alltaf frumuna og vöxtin og það sem að nærir vöxtin væri þá getu Sigur akkurat og ég meiri þess að séð eitthvað tengt út af því að tala um þarmaflóruna en líka bólgur og bara andlega líðan bara þunglindi og þess að sem kemur aftur inn á þann punkt að þetta ein heild en ekki merkileg tenging nefnilega vegna þess að það að eyða bólgum það dregur úr þunglindi og þess vegna held ég því fram að sjópuð sé eitt besta geðlifið sem hún kemst í þess að kuldin dregur úr langvinnum bólgum og það svolítið miskilingur með köldu böðin að því þau hafa svolítið komist í tísku líka og menn að tala recovery eftir æfingar að þetta drægi ekki úr þannig bólgum og þess vegna sé þetta ekki gott en það ekki þannig bólgur sem við erum að reyna að draga úr með köldu böðunum það þess að krónísku, langvinnu systemik bólgur í líkamannum og ef við getum dreigð þeim þá dreigum við þunglindi þannig að það ótrúlega merkileg tengingu í rauninni. Eru ekki líka bara að kveikja á einhverju starfsemi og einhverju svörun frá líkamannu bara með því að fara í svona rosalega kulda eitthvað sem þú náttúrulega bara heldur þig frá ósjálfrátt allt eitt líf. Ég meina að þú bara hækkar hitan í bílnum og hækkar í ofnunum eða klæðið þig betur og allt þetta en þá ertu líka kannski að sniðganga einhverja virkni í líkamannum. Meikar þetta sem ég er að segja? Já, þetta meikar alveg sens og ég held að þetta sé einhver leit rétt hjá þér vegna að það er svo margt við okkur sem að vex við mótlæti og við forðumst oft mótlæti og þess vegna verðum við bara veikari og línari hugsaðu bara vöðva þá ferði að lyfta lóðum þá ertu í rauninni að gefa vöðvanum mótlæti og hann vex við það og við bara sem manneskjur við vaxum við mótlæti ef það er ekki það mikið að brjóta okkur og saman gildur vöðvan, þú veist, þú slítur hann ekki þá vex hann við þetta mótlæti sem það setja á hann þannig að við forðumst kannski of mikið bara í lífinu heilt yfir að lendi í mótlæti en það er það sem að stækkar okkur og dýfkar. Til að halda hans áfram með þessar blóðpröfur maður oft séð líka bara svona í gegnum árin þó svo það sé ekki mörg þessi ár sem ég hef verið læs en þá er þetta oft talað um svona skort á þessu mikil þreita eða mikil svona og lítil orka og allt þetta og mér finnst það smá svona vand með farið út að ég meina það er ekki til auðveldari markhópur eða stærri markhópur heldur en fólk sem er þreytt og meina, þú veist, kaffi þess vegna herja svona vel til fólks en er þetta raunverulega svona mikilvægt að halda öllum þessum snefilöfnum og vítaminum í réttu jafnvægin í líkamannum? Það getur verið það fer eftir hvaða efnið eru og hvert ástandi er heilt yfir í líkamannum það eru sum efni eins og járn til dæmis ef að fólk er mjög lágt í járni þá getur það upplega mjög mikla þreytu og kannski veit ekki af því og það geti lagast bara með því að auka járnmagnið í líkamannum. Það eru alls konar efni sem okkur skortir í dag en við getum ekki mælt directly í blóði. Þannig að við skoðum ekki hvert einasta snefilefni. Það er algengt til dæmis í dag að fólk skorti þeir sem eru með skjaldkirtilsvandamál getur skort jóð og selenium og fleira. Þannig að stundum þurfum við að fylla aðeins inn í eyðurnar ef við sjáum kannski skjaldkirtilin er að sýna eitthvað merki að þá getum við þurft að giska á að það sé jóðið eða selenium og prófa að gefa það. En þú veist, það er alltaf jákvætt að prófa það í staðan fyrir að byrja á lyfjunum. Það er alltaf gott eins og bara þegar við komum aftur að kólesteról, blóðfitum og þess að það er alltaf gott að reyna að hafa áhrif fyrst með lífstíl. Og ef að það skilar ekki árangrunni sem við erum leitað, þá getur alveg verið réttlætanlegt að nota lyf. En við þurfum bara að láta þetta spila saman. Því sparlegar sem við getum farið með lyfin, því betra fyrir manneskjuna. En það getur þetta að nýta bæði í sumum tilvikum. Já, auðvitað. Og hvað eru þið svona að gera til þess að hjálpa eins og íþróttafólki? Er það í rauninni að skoða bara hvernig brennslan þeirra hvernig þið vinna úr orku og þess að þar? Já, við vinnum mjög mikið með efnaskiptaprófin og álagsprófin fyrir íþróttafólk
og þá sjáum við sjáum þröskulda eins og mjólkursýru þröskuld eða fatmaks þröskuld, hvenær ertu í hæstum hlutfallslegum fitubruna og hjálpa fólki að stilla æfingála í sitt af. Þannig að við notum gjarnan setninguna æfðu hægar til að hlaupa hraðar. Þannig að margir í æfa of mikið af æfingunum sínum í svo kallið black hole eða svona gráa svæðinu. Þar sem þú ert í rauninni að setja of mikið álag og líkamann fyrir of lítinn árangur. Þannig að þú ert að hlaupa eða hjóla eða synda eða hvað sem að íþróttagreinin of hratt til að vera að vinna í þröskuldunum þínum en of hægt til að vera komin í hámarksálag. Þannig að við reynum að stilla fólk þannig af að það vinni svona 80% á lægra álagi og 20% á mjög háa álagi til að vera að vinna í þröskuldunum í báðar áttir. Og það svona, hefur allavega sýnt sig að það skilar meiri árangri, minni meiðslahættu og svona heilt yfir, betri árangri heldur en að vera alltaf að keyra á sama álagi í miðjunni. Þetta heyrist oft í þessu podcasti og sérstaklega mitt frá Arnari Pétursinni hlaupara. Já, það gott. Og þá mitt má líka henda því aftur inn að með því að fara nógu hægt þá ertu betur í stakk búin til þess að fara hratt. Akkurat. En ef þú ert alltaf að fara aðeins og hratt þá nærðaldrei að gefa almennilega í þær æfingar sem eiga að vera erfiðar, þessar 20% æfingar. Já, þá ertu kannski byggja upp meiri þreytu heldur hann þyrftir að vera að gera og nærði ekki jafn góðum árangur á hröðuæfingunum. En eins og með þessa grunnbrennslu, base metabolic rate, það bara grunn efnaskipti? Já. Hvernig ég meina, mér svolítið áhugavert og ég fór í svona test hjá okkur og þar fekk maður niðurstöðu bara hvernig öndunin væri og breath and mobility og respiratory fitness og allt þetta. Talandi að þetta sé ein heild en þá var líka held ég metabolic rate and cognition eða eitthvað svoleiðis. Já, það vegna þess að öndunin, hún hefur töluvert áhrif og við sjáum mjög oft hjá svona duglegu íþróttfólki eins og þér. Nú ég ekki með prófið fyrir fram að mig en með grunar fegst ekki gott skor í hjarta- og æðakerfi. Jú. Fegst ekki bara 100% eða? Já, eitthvað, takk fyrir að skjóta yfir en ég held að það verið nálægt í. En það sem við sjáum hjá fólki sem að æfir mikið úthaldsíþróttir að það oft búið að þjálfa hjarta- og æðakerfi gríðarlega vel og það bara alveg komið í toppstand. Takmarkandi þáttur getur þá verið eitthvað annars staðar líkamannum. Sumir hafa ekki veitt í athygli að öndunin skipti máli og það svolítið algengt að við sjáum það hjá íþróttafólki að það að anda of grönt og safna upp koltvísýringin, ekki að losa sér nógu mikið við koltvísýringin og það verður það sem að veldur því að þau stoppa eða komast ekki hraðara lengra og þá eru sumir farnir að vinna bara með það, anda dýpra, anda rólega, nota neföndun á löngu rólega æfingunum og svo framvegis og þá getur allt í einu skapast rými til að þjálfa hjarta- og æðakerfi ennþá meira af því að öndunin ekki lengur að takmarka þig. Nákvæmlega. Þannig að það þetta samspil sem að við erum að reyna að greina og hjálpa fólki til að ná betri árangri. Og benda kannski á hvar veikleikarnir liggja út og ef maður getur verið að vinna of mikið í sínum styrkleikum. Akkurat. Sem að síðan haldið niðri af veikleikum. Já, klárlega. Og hvað finnst okkur gaman að æfa? Það það sem við erum sterk fyrir. Þannig að prófa að fara út að hlaupa og með bara anda með nefinu, það getur verið bara mjög mikil áskorun. Já, það jafnvel svona öndunaræfing. Það getur verið einu öndunaræfing, já. Og líka komast að því að við erum ofta að æfa eftir meðaltölum. Þú kannski átt að hlaupa á zone 1-2 til að byggja upp fitubrunan hjá þér en þú ert að æfa eftir meðaltölum einhvers þýðis en ef þú kemur í test þá veistu bara að þetta minn hjartsláttur, ég á að hlaupa á þessu álagi sem bara svona persónlegt fyrir þig. Já, hjartsláttur getur verið rosalega mismunandi. Hann getur verið það, já. Það einhver svona stöðluð jafna eitthvað svona aldur mínus 220 eða eitthvað þess. Eða öfugt, 220 mínus aldur. Já. Eða 180 mínus aldur fyrir lægri þröskuldina. Já, einmitt. Já. Það bara á ekkert við neginn röka stiðast fyrir alla. Nei, þetta nálgun og þetta meðaltöl og þetta getur gagnast fyrir marga en auðvitað gefur þeir betri árangur að vita þín persónlegu gildi. Já, auðvitað. Ekki spurning. Þannig að svo við stefnum ekki í þessa 40 og eitthvað % aukningu á sykursýki 2 á næstunni. Já, ef ekki bara snúið sér við. Hvernig væri það? Ef að vera fyrsta land í heimi
sem að dregur úr nýgengi sykursýki 2, veistu hvað við myndum spara? Sko heilbrigðiskerfið okkar, þetta er dýrasti útgjaldaliður ríkisins ár eftir ár. Dýrasti eða næstdýrasti, hann er alltaf númer 1 eða 2 ár eftir ár og því er alveg spáð, ég meina Bretar eru búin átt þess að því að sykursýki 2 mun setja þeirra heilbrigðiskerfi á hausinn á næstu 10-15 árum og Íslendingar er alveg á sömu leið, við þurfum bara að fara að tala þetta óbískátt. Veistu hvað við myndum spara mikið? Ég held að við notum 240-50 milljarða í heilbrigðiskerfi hverju ári, svona cirka bát. Ef við myndum draga nýgengi sykursýki 2 10% á milli ára og það eru að tala greinarlega sykursýki 2, ég er ekki að tala forstíð, þá myndum við spara minnstakosti milljarð bara í lyfin, bara sykursýki lyfin í kerfin okkar. Þannig að það er til svo mikið að vinna og það er í rauninni svo auðvelt að gera þetta. Bara með því að draga úr nýgengni 10%. Ok, og út af þess að það er fyrsta land til þess að snúa sig við, eru öll lönd á leiðinni í Rangá? Já, það eru allir hinn vestræni heimur að minnstakosti. Það er auðvitað það sem að við kannski viljum helst bera okkur við, eru hinn Norðurlöndin og Bandaríkin og Evrópa og svo leiðis. Og þar er þetta á sömu leið, bæði hvað varðar sko ofþyngd og offitu og sykursýki 2. Við erum öll með þetta. Ef þetta væri fjárfestingatækifæri á markaði þá er þetta mjög örugg fjárfesting því trendið er alveg skýrt. Einmitt. Þannig að þetta bara lýsir sér í því að skera niður frekar heldur en að fá einhverja tekjur, þannig að þetta er alveg heillandi. Nei, þetta er öfugt þróun og við eigum að snúa þessu við. Og það sem að við eigum að skammast okkur Íslendingar er líka að við erum með sko, við fylgjum hvað varðar offituna, þá fylgjum við dálítið Bandaríkjanum, við erum svona næstu því eltað á sko, þeir eru hærri en við en við erum svona skrifuna eftir þeim en það sem er sorglegt á Íslandi er að mér sýnist á svona alþjóðlega mælikvarða að þá erum við með offitu 2-4 ára barna að hún er hærri hjá okkur heldur en Bandaríkjanum og hinn Norðurlandaþjóðunum. Já. Og þarna verð ég bara sorgmætt þegar ég tala þetta því að mér finnst það að vera fæðingaréttur hvers barns sem fæðist á Íslandi í þessu lúksuslandi þar sem við höfum þekkinguna og alla getu en þetta börn sem fæðast og stjórn ekki næringunni sinni sjálf þau eiga rétt á því að við sjáum sóma okkar í því að gefa þeim góða næringu þangað til við hafa getu og við til að velja sjálf. Já, þau eru ekki að versla í matinn. Nei, þau eru ekki að versla í matinn og þarna er ég heldur ekki að ásaka foreldrana vegna þess að leið og við komum inn í leikskóla og skóla þá er næringin ekki alveg nógu góð. Við verðum að fara að hissa upp okkur buxurna þarna og við erum alltaf að horfa í kostnað, jú ég veit að matur kostar en það er bara þannig að þegar við komum barni í heiminn þá vitum við alveg við þurfum að gefa því að borða. Og mér finnst það ekki í lagi að hráefniskostnaður í skólamáltíð hjá grunnskólabarni, hann megi kosta minna heldur en ég borgaði í morgun fyrir kaffibollana á te og kaffi. Þannig að, þú veist, við bara þurfum að laga þetta. Já. Og við getum það alveg. Einmitt, þarna ætla að svona fá þetta upp og þér aftur. Þetta er í okkar höndum. Þetta er í okkar höndum. Gerum eitthvað. Einmitt, og það er ekki bara undir heilbrigðiskerfinu komið að grípa mann til lengdar þegar maður greinist með eitthvað sem er áunnið eða lífstilsting. Við vitum að þjóðin er eldast og við vitum að hlutfall aldrara verði meiri á næstu áratugum og við vitum að núna eru síðustu 15 æfa árin við eyðum þeim við skerta heilsu og skert lífskeiði. Við verðum að grípa inn í ef að vegna þess að sko lausnin er ekki fleiri sjúkrarými. Við þurfum að vera heilbrigðari fram á 11 ár og njóta uppskjöru árana og vera heima hjá okkur við góða heilsu þangað til við kveðum hennan heim og það er alveg hægt. Við eigum að deyja bara í svefni 98 ára eftir góðan golfring eða eitthvað en ekki vera inn á stofnun tengt við tæki og tól og mun ekki hvað við heitum. Það er ekki gott ævikvöld og við höfum val. Og valið er að fækka þessum einföldu kolvetnum, hreyfa sér reglulega, pröfa þess að fasta, pröfa mér þess að æfa á fastandi maga, skora þess á sig, hvað meira? Og taka út svona triggerana þína, þú veist þetta, kökur og keks og allt þetta unnadót og borða bara hreint, velja bara gæða hráefni og
nota peningana í að kaupa gæðarháefni af því þú þarft miklu minna af því hvað sem og tekur út alla þessa unnuvöru. Já. Þannig að einfalda svolítið næringuna. Og líka síðan venst maður náttúrulega bara svolítið góða punktur sem þú sagðir, það sem þú borðar líka mann langar í það mögulega deginum eftir. Já, sérstaklega sko með sykurinn, ef þú borðar mikið af einföldu kolvetnum, af því að það, og ég ætla að kenna bakteríunum það, en þess að bakteríunar í meltingaveginum okkar hafa ótrúlega mikil áhrif á hvað okkur langar í, þannig að það þær sem sykurvíklar, ekki við. Þannig að ef við nærum þessar slæmu bakteríur sem að garga á sykur, að þá garga þær ennþá hærra daginn eftir, því það búin að fjölga sér. Þessar bakteríur þurfa að fara að taka ábyrgð. Já, nákvæmlega. Axla smá ábyrgð. Akkurat. Herðu, þetta frábært, Lukka. Ótrúlega gaman að tala við þig. Eitthvað sem þú vilt koma svona undir lokin? Hvað það að gera hjá Greenfit? Hvernig lýsir þetta sér? Já, þar við bara að við erum svona, við erum ólátabelgurinn eða rebelinn í kerfinu. Vegna þess að við Már Þórarinsson sem að stofnum Greenfit, við byrjum á því að reyna að fara hefðbundarleiðina og leita til kerfisins að okkur langaði besta árangur okkar sjálfra. Við vorum á þeim tíma, þá var ég svona að snúa við blaðinu úr sófakartöflunni yfir að fara að hreyfa með aðeins meira og hann var að hjálpa með hreyfingu og ég var að hjálpa honum með næringu á móti og við vildum fá mælingu á okkar blóði. Og það var alveg sama til hvaða lækna við leituðum eða hvert við fórum í kerfinu. Við fengum alltaf bara mæld rosalega fágildi. Og læknarnir sögðu okkur, þetta var ekki læknarnum að kenna, þeir vildi alveg hjálpa okkur meira. En þeir sögðu bara, ég get ekki réttlægt að mæla þig að því þú ert heilbrigð manneskja. Og það þarf að vera eitthvað af þér til að ég fara að senda því allar þessar mælingar. En okkar rök voru, já, en ég vil koma í veg fyrir að verða eitthvað af mér. Og þess vegna vil ég mæla. Þannig að út frá þessu var það eiginlega Greenfit til, bara því að við sáum þörfina og það það sem við erum að gera núna. Við erum að reyna að breyta kerfinu með því að fara til hliðar við það og bjóða fólki upp á miklu dýpri mælingar og næmari greiningu og þannig að það geti, við viljum efla fólk til ábyrgðar á sinni eigin heilsu og koma bara í veg fyrir eins og ég sagði, við viljum vera fyrsta landi sem snýr sér þróun við og við verðum bara heilbrigðasta þjóð í heimi. En ert þú ekki líka bara einhvers konar blóðpröfumeistari ekki ríkisins? Nei, ég ekki orðið það. Nei. En mér langar að verða það, þannig að það stefnan. Ég að læra meira á hvernig degi og ég ætla mér að verða sérfræðingur í þessu. Og við erum líka í bara frábæru samstarfi við flotta lækna sem eru sérfræðingar á sínu sviði. Við erum samstarfi hjartalækni og meltingarlækni og samstarfi sameind sem blóðrannsókna fyrirtæki og af þessum mönnum erum við að læra alveg gríðarlega mikið og ég vona að við getum einhvern veginn að kenna þeim eitthvað líka. Kannski getum við hjálpa þeim því að það mjög mikið að læknum að úti sem langar til að gera betur, langar til að breyta kerfinu, langar til að fara dýpra því þeir hafa bara nauman tíma með hvernig sjúklingi. Þannig að það alls ekki að þeir hafi ekki metnað til að gera þetta, þeir bara þá vantar samstarfsaðila eins og okkur. Þannig að okkur finnst alveg frábært að tengjast þeim og vinna með þeim að breyta kerfinu en ekki bara að vera rebelin on the side. Nei, nákvæmlega. En ég meina rebelin, þú veist, það ekki eins og þetta ekki það öfgakent að ráðast í bara betri svefn, betri næringu, meiri hreyfing. Nei. Þetta hljómar svo einfalt. Já, veistu það nefnilega þegar þú segir þetta svo borðleggjandi en þetta einhvern veginn á sama tíma þetta svo hræðilega einfalt en líka svo svakalega flókið fyrir fólk. Það svo erfitt að breyta venjum sínum. Það getur verið, sumir segja að það erfitt að breyta mataræðinu heldur en að skipta trú. Veist, það bara, það getur verið ótrúlega erfitt að brjótast úr viðjum vanans. Og ég tala nú ekki þú fær svona misvísandi skilaboð hvað gott og nýtísku bylgja og allt það. Já. En við erum einhvern veginn staðráni því að vera svona fræðandi aðili og reyna að hjálpa fólki að sjá ljósið í myrkrinu og sjá hvað það getur gert sjálft og okkur langar til að vera bara svona brúin á milli læknana og líkamsræktarinnar. Reyna að sameina þetta og ná besta árangri sem að mögulegt með heilsu hvers og eins. Gekir. Endum þetta þessum orðum. Lukka Pálsdóttir, 1000 takkir fyrir að koma hérna og sína hlustendum ljósið í myrkrinu. Takk sem leiðis.